Are you ready now? Klukkan orðin 4 og það 7. október og F95 Blöður hafði göngu sín á þessum fínasta föstudegi. Ágætis veður hér í höfuðborginni og við erum held ég bara allir í fantagýr. Allavega ég í miklum gýr, rauðum blöndaleiti og seti mínu sætu. Við erum með fullan bát eins og eiginlega alla föstudag. Egil, ert þú í gýr? Ég man ekki hvernig ég var betri. Það gott að heyra Steindir. Ertu í gýr? Já, ég í geggjöðum gýr. Ég og bara, þú veist, föstudagur einhvern veginn, við vorum að ræða það. Já. Stundum bara einhvern veginn meiri púki í manni heldur en aðra föstudag. Mikið púki okkur núna. Já, það einhver púki. Það líka svona, það smá rauðvinspúki mér. Rauðvinspúki þér? Já, ég get alveg trúa því að þegar ég kem heima eftir, það hefð þegar mér, það föstudagspítsa. Þá gerum við heima tilbúna pítsu. Familjan. Þá opna ég opna rauðtíkot. En ertu liggjandi í rauðvinni þegar því fjölskyldan að gera pítsu? Nei, ég ligg ekki í því. Ég fæ mig bara, þú veist, venjulegt glas af rauðvinni, bara við bæði og erum bara að gera pítsu, bara stemming. Þú varst ekki að fara alltaf. Hvað fóður að marga pítsu? Ég fæ mér, hvað margar? Bara eina pítsu. Og Sveindi, þið með svona pítsuopn eða setið þið bara í venjulegan opn? Þú varst nú búin að lofa okkur pítsuopn. Já, ég var að skoða þetta. Já, þú voru að fara í málið. Ég fór í matabóð, ég man ekki hvort ég hef sagt ykkur þetta hér í Blöðkastinni. Ég fór í matabóð daginn allavega, í pítsuopn. Já, geggjað. Og það var sturla. Ógeðslega gott. Já, og líka þetta svona stemning, það alltaf ein í gangi, ein kemur inn, þú ert alltaf bara að fá þér einu og eina sneið. Já, vel þunnar og góð. Stemning og alltaf bútið nýja. Þú voru að uppgræti þetta? Herru, ég er að fá landaköss í heimsóknu þetta. Það rosa. Ætlar hann að koma með vel eimaðan frá Eika frænda? Legendary landaköss. Ég heldur hann sé bara ferðast bæir með landa. Þú verður að prófa að fara í. Hann var ekki sem með landa í afmæli sinu. Jú. Legastaðar sem við fengið að lifa hann í ykkur 2 ár. Þú verður að prófa að keyra. Varst eitthvað í bólunni afmælina? Já, ég bara höndla áfengi betur en þið. Allt afmæli endaði í blackout. Nei, þið tveir enduði í blackouti og þið bara kennið áfenginu í stæðan að taka bráða. Þið voru að drekka öðru í sig þarna á þessum tíma. Þetta miðju COVID. Þið bara höndluðu ekki bólun. Ég get lofað þér. Ég höndlaði. Ég fekk mér kannski 2, 3, 4 glös af þessari bólu. Og þetta sem þú varst að segja það, Steinn. Var ég með ræðið það? En málega er að 2, 3 glös af bólunni. Það ekki eðlilegt. Ég var blindur í fyrsta lagi. Misti sjónina. Og ég talaði við MVP líka daginn eftir. Sem nú bara, þú veist, hann höndlar þetta ekki. Flottur kapp. Já, við skaffyringarnir. Það var engin skaffyringur sem að vældi yfir að því að maður með bláan Smirnoff. Ok, ég skrítið. Ég ringdi hann og sagði, herru, allir þið úr bænum hérna, þið voru grenjandi. Ég ringdi hann og sagði, ok, hvernig var hérna í ammalinas kös í gær? Varstu lengi að hvernig var það? Var ég lengi? Ég man ekkert eftir að vera þetta. Ég bara, ok, allt ammali bara. Enda Freyjupít, hann bara bæjarótta og höndlar ekki svona bólur. Það böggar mig ennþá. Þann dag í dag, ég hef ekki bara kveikt fyrr því að þetta sönsa, ég held ég að pottið sagt frá þessi F95 Blöð þegar þetta gerist. Steindi hringdi mig í paniki daginn eftir ammali og hann bara svona, herðu hérna, ég man ekki neitt maður bara hérna, hvað var ég, veist eitthvað hvað voru, það mundan eitthvað að við Rakel vorum aðeins að láta hann heyra það þegar hann fór í leigubílinn eitthvað svona, herðu, við vorum aðeins að passa hvað það segir. Nei, var ég ekki með ræðu í ammali? Nei, þú varst með ræðu bara við okkur í lokin og Steindi var á svo miklum hann var á svo miklu paniki bara, þú voru að vera alveg hinskilin bara, hvað var ég að segja? Ég var ekki að segja neitt eitthvað óviðandi eða okkur var þetta hérna, þeir kvöttu mig eitthvað svona bara passaði hvað þú segir eitthvað, hvað var að gerast þetta? Og ég var ekki nú snöggur að hugsa og segja bara, þetta var viðbjöð. Já, þú var stríðunum aðeins. Ég veit, ég fór bara að hlæja á þess eitthvað. Hann ekki hjartaáfall. Við vorum að stríða á honum í lokin sko. Málega þetta var sko, ég svolítið með Steindi þessu sko. Það var, málega, ef þú heitir landakös og kallaður það þá eðlilega eftir með landabóllu. Hann hefur aldrei verið kallaður landakös. Ég segi svolítið sjálf. Hann hefur kallaður digital kös. Og sér hann í slopp Casino. Já, í sloppnum. En ég heiti pappans í ammálinu. Það er ekki auðvitað mann, maður hellingur ammálinu. Það er götótt. Ég man að húki með mætti í Helgala. Þeir voru svo COVID-stressaðir. En já, ég heiti bara, svo í lok kvölds voru þeir bara konið í sleik og gallarnir færðin af sko. Þeir voru voða stressaðir svona fyrsta hálftíman sko. En ég heiti pappans og Þú ert topp maður. Þú ert að segja okkur sögu en færðið samt snakk. Það er rosalega skrítið. Já, mér líður vel hérna í stúdíu. Það er átvakt sko. En það er ekki saltangir en það er samt gott snakk. Þetta er sikilega gott. Og pappans er maður. Pappans er eitt mesti snillingur. Sko, Árni Ragnar, Blackout Cuss átti að heita, og þetta er sönsaða, hann átti að heita Hreinn Sveinn.
presturinn bannaði það Pappans vildi skýra það Það hefur verið geðveikt nafn sko Pappans, ef ég hefur sögur sem ég get Hann ekki ætlaði að stríða barninu sínu og skýra hann hreitt sveit Helviti Hann ætlaði að gera það og presturinn stoppaði það í skýrninni og það var ákveðið nafni bara á staðnum Árni Ragnar í staðinn En átti ekki Landakos heima fyrir aftan hérna mælifellina skemmtistæðin Bakari fóreldrar hans búa þar ennþá. Sekúndu frá Jú Hann á bara að getur ráða 10 skref mökkaður og komin í bettan Þegar mamma og pappi skilja og ég flytt suður sem var rálur vesen Já, eitthvað sem ég ætla ekki að fara Var snottast á lífi þá? Nei, það er búið að lóa hundunum mínum sama ár Þetta var erfiði tími, það við rætta Og ég er með bíl á 100% lámi og það er einhvern veginn alltaf að fara í the shitter Þá fór ég rosalega mikið norður Og ég kalla foreldrar hans átanagnast Ég er alltaf fóstuforeldrar mína Því að ég bjó alltaf hjá þeim Ég var alltaf með betta hjá þeim þegar ég var fyrir norðan Þú varst ekki á baki þar Nei, hann held ekki Samt ég meina ég er 19 ára Og hliðir á skemmtistæðanum Gott location Ég reyndi Geggja location Hvort það gekk svo annar mál Það voru ekki taxar á þessu tíma Það voru horniblöð Tveir, Júli Já, voru tveir Já, Júli var með taxa Júli taxi Júli taxi og ég held hann sé bara einn núna Er hann still going strong? Já Var hann skutlaði á stúlingur? Já Er King Júli ennþá taxi á króknum Hann lítur alveg hund gaman Ég tók taxa í Júli fyrir ekkert svo lengur síðan held ég Ok 3-4 ára eða eitthvað Sko fyrsta sem ég geri ef ég fer á krókinn aftur þá ætla ég að hringi Júla og beða hann að skutla mér aðeins og bara taka púlsinn, bara heyri í honum. Þú getur ekki hringt inn í þannan. Líka bara reyndar eftir þú þannig típa, þú ferð á skuttlarar. Já, ég hef komið skemmtilega óvart á skuttlar. Þú og Valtibjörn eru þetta. Já, Valtarins. Valtarins nota skuttlarar sko. Ég hef komið blöðurum ofta óvart að ég segist alltaf sækjan og þá er ég í skuttlara. Já, það var það fannst það ekki þægilegt sko. Nei, mér svona. En ég sé mynda pappans kös upp á fjalli að veiða rjúpu í gallabuxum, stregaskó og með húina sem var ekki yfir eyrun. Hann er gamli skólinn. Hann illa klættur á rjúpu. Það er rosalega gamli skólinn. Steindór er einn mesti gamli skólinn svo að finna sko. Hvað er allar að hella í þinn King Landakös í kvöld? Í þá location? Já, bara heimaðum þau eru komið bara í smá mata því að það er Tindastól Keflavík maður. Keflavík Tindastól, við viljum að horfa á leikinn og fyrsti leikur. Áfram Tindastól. Já, fyrsti leikur á síðusunni. Hverju vinna það? Þetta eru sko samkvæmt spám þjálfara og leikmanna þá eru þetta 2 efstu liðin. Keflavík er spáð Íslandsmeistaratitilli og Tindastóll. Ég veit 2.25 og Tinda. Já, ég getur þetta. En það ekki hérna er ekki bara double my money hérna. Sláturhúsið sko, þetta er erfið rútuðullur. Já, þetta er Sönni Kef sko. Ég elska Sönni Kef sko. Já, við verði eiginlega við vorum með að ræða daginn við Steindi. Ég held að sé ekki bæjarfélag á Íslandi sem við skemmt oftar í en Keflavík. Nei, ég hugsa að ég haldi með körunni hérna Keflavík í kvöld. Nei. Jú. Ef við ekki bara bett eitthvað en bara þú veist að ég flakka milli liða sko. Já, þú getur ekki sagt þetta hérna. Nei, ég er að segja ef krókarnir ætla ekki að standa sig. Krókarnir? Nei, þetta ertu bilað? Steindi má alveg kalla á krókana. Já, sko, þú kallar það ekki krókana. Þetta eru fleirtala, þetta eru margir. Ef þeir standa sig í kvöld, þá stýðir bakið núna. Já, það er alltaf sjúrurs. Þá förum bara, tökum við bara neutral bet, bara over 172 stig total. Já, það er alltaf. Þá er það heitir þjálfarinn hjá krókum. Nei, hjá króknum. Liðið heitir Tindastóll. Já, hvað heitir? Og þeir eru á króknum. Já, hvað heitir? Sko, það er nýr þjálfari sem er króatískur. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Ég þekki hann ekki, sko. Sko, ef ég myndi hringja hann eftir þátt og segja bara Ef ég segja hann bara Talandi og erlum tungumáli. Nei, ég myndi segja Það séu þetta ekki að ringja neitt og reyna að tala Ég myndi segja, ok, don't try make the ég geti því Þetta var ekki að heldur vel sko Ég myndi basically segja, láti hann ganga takkið tveggjast Þeir eru Það er það sem myndi Sko, mínu menni eru að hlusta Þú getur bara sagt það núna Það segja Sýndir ekki Arnar að vera ekki að taka þriggja Hann má taka þriggja Steindi, þú mönd aldrei banna Gilsa sem er að shooter að taka þriggja Það er ekki að shooter Fyrsta tímabili er að byrja Við erum búin að rífast til blökastin Nú þurfum að fara í þess að þryggjastæðakefni Við förum með hann í næstu viku Ég sé ekki hvernig getur Steindi unnið að shooter Af því að ég er líka að shooter Þú bara veist ekki það Ég held ángríns að ef þetta verða 4 boltar á 5 stöðum Ég held ekki eftir að hitta einu skoti 4 boltar á, já er þetta svona mörg skot Já, þú fer hringin Já, ég er sterkastur svona svona ská Ég líka Ekki alveg í hliðalínu sko Ég slappa það sko Ég hef aldrei séð Steinda kasta körfubolta Ég held að Steindi sé í vesinu með að dribbla körfubolta Ég held að kunni ekki að grípa Ég er ekki að vera leðalust Ég kunni ekki að grípa Ég er ekki að reyna Þetta er ekki eitthvað svona let's pound on him Ég er ekki vissum að kunnir að dribbla Það er bara mjög ráttjáður Ég kann að dribbla Teki gegnum klofi Seta hann aftur fyrir mig Ég kann að sóla Ég er að shooter Og ég ætla að segja ykkur Það er einn í þessu þætti sem er með körfu heima hjá sér Það er Steindi
Þú ert líka með that kind of house. Ég er heim. Ég setja körfu. Núna síðasta sumar, ég er bara úti að æfa hoops. Ég er að koma æfður inn í þetta. Ég er enda með körfu fyrir utan heima. Ég er enda ekki bara að æfa með neitt sko. Nei, við þurfum samt að hjóla í þessa keppni því að þetta er áhugavert því að Egill er með ljótasta skotstíli sem ég sé. Já, hann er effektiv. Ég sé hann hitta. Þetta snýst að setja boltan í fokkin körfu. Já, stíl. Það er ekki að segja, ljótu stíl. Ef ég væri með hennar stíl, þá myndi ég ekki snerta körfu. Ég menn eitt stíl, kannski ekki að grípa. Egill kasta körfubolta eins og hann sé að setja svona körfu upp í hillu. Sko ég meina, svona íta ef þú heldur okkur að setja upp í hillu, þannig kastar Egill körfubolta. En síðan heyrðu bara í netinu. En byrju, það er að segja Það er að segja mér að þú sleppi körfuboltanum haldandi með báðar hendur í hann. Seta bara onni, þetta er ekki flókið, það er sem ég geri. En lætur ekki aðra hendur að fylgja aðeins lengur með. Jó, nákvæmlega sem ég geri. Ég lofa Já, sko, áskrifendur blöðkastins að þetta verður klárað núna á næstu 2 vikum. Já, ég meina það er rífast. En sko, fyndna er að þeir eru eiginlega búin að rífast meira þetta off-air. Því að við höfum átt talað þetta, hvort myndi sko, ok, nú Fæ ég vera með? Ég vissi ekki að Steindi kunna sóla og setja boltenginu klófi á þetta. Þetta er nýtt info hjá mér. Nei, ekki klófi, já, klófi á mér. Ef ég set löppina fram og dripla á milli, bara til að blekja. Það er ekki allir, sko. Herru, ég fylgst með körfubolta núna í 32 ár. Ég hef aldrei heyrt talað að sóla eitthvað í körfu. Þetta er bara í fyrsta sem ég heyri. En manstu þegar við vorum á einu landur sem gæti að sóla. En manstu þegar við vorum á úrslitaleiknum Það tala um að fara fram hjá mönnum. Já, manstu þegar við vorum á úrslitaleiknum Stólarnir á móti Val. Já, sem að voru mistök hjá mér að taka það með. Já, og ég sagði við þið alla leikinn. Ég basically sagði þið ætti að gera þetta og þetta og það var rétt hjá mér. Ég var kallað Ég var það pirrar á tímabili seinna áleik að ég sagði Steindi að hætta að tala um mig. Ég var svona Steindi, þú verður að hætta að tala. Svo reifst allt á sambandi líka sem var baller move hjá þér. Það var í leik. Það var reyndar alveg, þú ættir að fá velum fyrir að vera stöðningsmaður nummer 1. Þú reifst kerfið og sambandi. Herðu, svo klikkaði við ætlum að vera á rassinum á Tindastól. Svo klikkaði það á síðu stundum að það er geðvitt í tönum. Við þurfum að finna einhver aðra leið sko. Já, ég meina þú veist það kemur alltaf ný leið sko. Já, við þurfum að styrkja okkar leið. Við erum allir Tindastólsmenni. Hvað ætlar að bjóða Landakoss upp og hvað ætlar að bjóða elda í kvöld? Rakel ætlar að hendi eitthvað gott held ég. Yes, taco. Já, sko, nei ekki taco. Eitthvað Korean barbecue held ég. Ó, það er rosalegt. Ætlar hann að grilla eða? Já, ég fer þá örugglega á grillið. Heldu vel í Landakoss fyrir mig. Já, samt við Steindurum að vinna á morgun eitthvað. Þetta verður bara kósi. En við erum með rosalega þátt í dag. Kæru hlustendur. Öðruvísi þátt. Já, þetta er öðruvísi þáttur. Það var, við dróum í hátteginu hver myndi vera með hvað. Og maður mátti ekki draga sin eigin lið og þetta dróst þannig að Egill, þú verður með slúður hér á eftir. Já, þetta snýst við þetta sem er magnað helvíti. Ég er með erlend slúður. Svo erum við reynda með klefa. Það er Kitty Keisla, hann kemur aftur. Já, hann kemur aftur. Breytum því ekki. Ég ætlaði með þetta að spurja, Kitty Keisla kemur. Já, Keisla mætir í bort. Hann kemur aftur. Þekkið ekki, Egill, þú ert líka með það. Já. Ég er með svo 12 spurningar. Ég er aðeins að meta hvað ég henda á okkur. Þetta eru bara 4. Já, ég er vel 4. Spurningakeppni Steinda kemur í dag. Já, spurningakeppni Juniors. Já. Ég verð með spurningakeppna. Þú sagðið mér áðan að Egill alltaf að tala um þetta að taka eitthvað 3-4 tíma og þú sagðist að það hafi verið 6 mínútur að þessu. Ég er ekki að tjóka, ég held ég að verið minn en 6 mínútur að semja 8 spurningar. Egill sagði hann tæki allan daginn í þetta. Ég var ótrúlegt að þetta er alltaf sömu spurningar. Ég var í 6 mínútur að semja. Ég er bara að vera með þessa keppni helviti oft sko. Það er alveg vesen að búa til þetta sko. Ég tek mig okkur 6 klukkur. Það tók mig 6 mínútur. Ég byrja 7 morgun og ég klára rétt fyrir þá. Sem er alveg kjátt að ég fekk viðbjóð. Ég er með máva sem ég hef bara engan áhuga að vera með. Það er rosalegur heiður. Semja þann viðbjóð. Það er heiður fyrir máva. Já. Ég fekk líka sturlaðar staðreyndir. Já, þú fekk sturlar. Það er góður líður. Hvað ég verið með í máva? Ég líka, þú veist, ok, nú ætla ég var í 6 mínútur að semja spurningkemna en ég var í 2,5 með sturlar. Já. Það er eitthvað bara auðvögt. Nei, þarna sjáu ég hvað ég legg mikið með það. Nei, ég lagði allavega ekstra mikið með það. Já, það gerir ég líka. Já, ég er með rosalega, hver einasta í geggjuð. Svo bætti ég líka með spurt og svarað. Það er þetta rosalega sko. Það fréttist Væstu mail? Já, það fréttist að við verðum eitthvað að mixa þessu upp og það dældust inn á með tölvupóstar. Já, ég verði að lesa allavega 2. Fékkstu tölvupósta? Já, það dældist. Aldrei séðan aðeins. Og þannig að það verður hér það verður allir Steindi fáið báðar eða fáið sikkura. Það verður spennandi. Ég get ekki sagt neitt sko, ég bara lesi einhverju tölvupóstu eftir. Ég ætla að velja bara einhverju 2. Já, takk. Herru, svo það ekki bara Tindastól keflaði ekki í kvöld. Það er líka stóra svið. Erpur og Sóli Hólm með okkur í stóra svið. Sturlaði þáttur. Já, þannig að tjekkja því. Byrja klokkan 7 á Stöð 2. Og Stöð 2 Plus.
Ástöðu, já, fyrir beintin og plúsin. Hvað er þema? Það síðast að svona söngleika koncertið. Já, það var bara séðri. Núna mannstætti þáttum húslænis it anyway. Já. Já, það er lokadri. Mjög, það var erfitt. Erfast sé gert, þú fær bara aðstæður á staðnum og þarft að koma með brandara sko. Og síðast þáttu var mjög skemmtileg. Öll familjan var sko límdur af mann TV. En veistu hvað ég er spennt? Þetta var myndið þín, maður mest að fucking geði ekki sig og hefði hótt á. Sci-fi myndin? Já, ég er bara að Brad Pitt leikinn. Djöfulinn gekk að þér það sko. Það Brad Pitt leikinn. Blöðu þetta mína fjölskyldu þarna í stúdíu þegar, þú veist, hafði ekki öll stíðin hann sko. Þannig að unnið þetta var... Já, herru, Sigrún sagði þetta líka um mig í dag. Fjölskylda hennar hefur verið brjáluð, Sigrún Ósk, að við hefum ekki unni. En hann hefur bara mist það. Það fyndi þegar hún sagði þeir að fara í klippingu. Þá grenjaði ég á hlátur En sko, atriðin sem ég kefti í kvöld er eiginlega, þau eru geggjuð Pappa okkar eru að koma í þáttin. Já, við áttum að endurleika Og Kittiblöð með gullkeðina. Já, við áttum að endurleika atriði úr kvikmynd og hindrunin er að pappa okkar er með í myndin. Kittiblöð er Morgan Freeman og Seven í kvöld í lokaatriðinu. Pappi minn er að leika Jesus úr Big Lebowski. Þátturinn í kvöld ekki við getum lofað. Og svo gerum við barnaefni líka. Ég og Esper gerum saman barnaefni og Ötti og Sóli gerum barnaefni. Ég verð mættur með TV. Þetta verður geggjaði þáttur, ég lofa því. En sko, herðu, ég var að spá í svona fyrsta lag þátturins. Þá er ég ofta að reyna að tengja þetta eitthvað við sem er í gangi. Ég er að spá að byrja þáttin á Kanye. Því að Egill, er hann ekki í slúðrunni? Jó, hann er í slúðrunni. Já, það er með 3 móla og einn að þeim er Kanye. Já, og svo varst eitthvað að segja á hann. Þú verður búin að leggja svo rosalega metnaði slúðri. Ég legg metnaði slúðri sko. Já, ég er bara með eða mjög tími í það. Já, það ger ég líka. Ég með eittuleikur líka tími í það sko. Ég er að sjá með því skipti. Ég er forvitin að sjá og heyra metnaðin í slúðrunni í dag. Já, en eins og við segjum þá er svona öðruvísi þáttur. Við erum allir með liði hvers annars í dag. Og já, ég verður vikinn. Ég er bara nett peppaði fyrir því. Ég ætla að setja hér á mann sem er að fara. Ég segi nú ekki á kostum, en það eru læti á Instagram. Hann heitir Kanye West. Þetta er ekki lægi sem ég ætlaði að setja á, en þetta er Flashing Lights með Kanye West. Við erum núna að svissa hluturkum. Okkur má ég ekki bara sjá tónlistin það, menn það drepa þig það? Já, það myndi drepa mig. Það myndi nefnilega drepa mig. Það er helviti góða punktur í þér. En Egill, sko oftast fer ég núna í slúður, en það er verið að svissa öllu. Þannig að Egill, hvað ertu með hann? Ég er með 3 móla í dag. Ég er með módelpakka og 1 extremely fresh pakka. Það er rosalegt. Sko, það var að koma Celebrity Beef bara fyrir 45 mínútur síðan. Þú fær ekkert meira fresh slúður en það. En áður en ég fyrir það ég spáði enda á því. Og fyrst byrja ég á módelpakka. Ég er með módelslúður. Giselle Bündchen og Tom Brady er að skilja. Já, ég sá það. Það er rosalegt. Það er ekki nóg gott, já. Þetta er huggulegt par. Held með þeim. Tom Brady, ertu ekki að tala um bara NFL-mannin? Jú, og það er einmitt máli. Þið vita kannski ekki hvað fólk þetta er. Flesti þekki þetta fólk. Er að þetta er einn huggulegasta kona heims. Supermodel. Og ég skilja við einn huggulegasta íþróttamann í heimi. Og það virðist vera, ég er búin að gera research, að Giselle virðist vera stígvela Brady. Ekki öfugt. Af því hann fór aftur í NFL eða ekki? Og sko, jú, basically, sko málið er He picked the sport. Sko, Brady er alltaf Tampa Bay quarterback, búinn að Super Bowl 7 sinnum, a fucking legend. Talin svo besti allar tíma. Og Giselle Bündchen er líklega þekktasta fyrirsæti í heimi og hún var uppgötu 14 ára gömul á McDonald's þegar hún var að keyra sér burger. Og þannig hún fór úr Big Mac í Big Money. Sem er eiginlega fucking amazing. Hann er líka lýst, hann er búin að skrifa. Ég er með punkta, þetta er það lög skýrsla. Og málið er, það sem búið að gerast. Fólk núna eftir þetta skýrslu vita allir á Íslandi hvað er að gerast með Giselle og Tom Brady. Málið, hún er búin að segja yfir undanfæran ár. Sko, gamli, ég er íhuga að skilja við þig, bara svo vita. Og ástæðan er einföld. Football. Þetta er eina ástæðan. Hættuleg íþrótt. Málið er bara, hún er búin að segja við hann, sko, hann er 77 árið, váttu okkur því, þú veist. Hann er 3 ára veldur nýja. Já. Þú veist, það er ekki margir, hann er 77. Hann er ennþá playing football í einu hættulegustu íþrótt í heim. En er hún ekki basically að segja að, ok, þú er búin að vinna alla titla sem hægt er að vinna, þú ert orðin góðsögn, þú ert ennþá í lagi, nú hættur þú og ert með börnunum í lagi. Basically nákvæmlega sem hún er að segja. Hann er nálgast 50. Þau hafa nóga peningum, það er ekki vandamál. Þú veist, þau geta borga reikningan, ég lofaði því sko. Og hún er að segja bara hvað með að setja fókusun á fjölskylduna og minka boltan.
Og Brady hefur alltaf svarað I love football Og þannig hefur þetta beef verið sko. Og NFL schedule er svo þannig að 6 mánuði ári ertu á flakki út í Bandaríkin. Þannig að 6 mánuði ertu á flakki, ekki heima. Og svo þegar hann ert heima þá er alltaf með huga við næsta leik. Og þetta er bara, veist, lífið hans er bara football. Og svo var hún líka að segja við hann, hörðu, öll höfuðhöggin, menn hann er að vera 50 og hann er fengið, hvað allar er mörg höfuðhögg frá hann að byrja þessu sporti, 60.000. Þetta fer að telja á kikkin bráðum. Og málið er að sko, hann slefti nokkrum æfingum 2018-2019 út af vesinni heima. Hann er búið að vera í gangi lengi. Og þau giftust, það er bara að sjáðu upp og núna. Já, þau giftust 2009. Það er búin að gifta í slatt nokkur ár. Eiga grislinga, Benjamin 13 ár. Og Vivian. Benjamin og Vivian? Já, 14 ára gammal. Benjamin er 14 ára og Vivian er 9. Ég hef ekki fengið svona dítela slúður áður. Hann er komin í krakkana sko. Hvað þið heit það? Já, ég er að koma, slúður mitt er skýrsla. Hvað er þetta að segja, þetta sé betra slúður heldur en vanalega? Nei, ég er bara að segja, þetta er rosalega bara detaila hjá hann. Við erum að gefa hann það. Og hvað? Og hvað? Já, takk fyrir aðsnittur. Ég er búin að vera dúlega með rísi allan dag. Já. Og málið er, til að wrap this shit up og er fyrir næsta mótelslúður, að þau eru ekki að skilja í góðu núna. Það er sorglega. Þau eru bæði búin að ráða celebrity, high profile lögfræðinga. Fór í svona það mun kosta pening. Já, og málið er að þetta er að fara hart. Og sko, sem er veistlega fyrir okkur sem hafa gamla slúðri, en ekki veistlega fyrir þau og fjölskylduna. Nei, þetta er ekki gott. Og svo er spurningin, af hverju er þetta komið í hart? Og þá fyrir við alltaf fyrir sér, hver er meira cash? Þegar yfirleitt er þess að setur þetta í hart er svo sem að minna cash. Og staðan er þannig að Tom Brady er metin á $250 million en Giselle Bundchen er metin á $400 million og hún pakkar hún saman. Brady áleiki krónu. Er hann að fara í hart þá eða? Líklega sko, þegar þau eru að reyna að semja eitthvað, hörðu, nú er þetta bara búið, hvernig viltu hafa þetta? Hún á helmingi meiri pening en hann. Og hérna, já, og þetta er bara komið í afaskýt og þetta verður líklega ongoing slúður því þetta er alltaf rétt að byrja sko. Þau eiga bæði þannig pening að þau þurfa ekki að pæla í pening. Hverju skiptir málið ef þau ætla að skilja? Það bara skilja þau og hvað viltu fá 100 milljónir? Nei, þau verður ekki að fara í hart ef þau grunlega hugsa peningi sem það er ekki að fara í hart. Þetta er nú ekki svona létt þegar fólk er að skilja stendi. Þetta er ekki allir heima bara með pizzapartí og rauðvín og bara svona hvað viltu mikið sko. Mikli peningar. Ef Tom Brady hefði bara sagt að ég er búin að vinna, ég menn helliga hann var hættur. Hann ábens að það mikið hann er í vesenni með putta, það mikið hringum hann er búin putta. Hann er ekki að sagja bara, hörðu, I quit, ég er kóngurinn, en hann getur ekki hætt. Ég get með þess að bætt inn í þetta slúður sem að þú fílar því að ég ætla að vera með þetta í slúður í dag og kannski að ég ekki fara út í eitthvað börnið Benjamin og Vivian samkeppni í slúðri, hvað er með þetta blöð? Ger allt vittlust og ég elska að þetta koma með viðbót sko, það er bara takk hérlega það. Veist ákveður hann hélt áfram, hann er búin að viðurkenna það. Hann mætti Old Trafford þegar Cristiano Ronaldo skoraði 3 á móti Tottenham og allt bilaðist og hann hugsaði með sér, ég get ekki hætt strax. Það er rosalega sko. Þannig að United að kenna að sé að skilja. Skrifast alltaf Ronaldo. Já. Þannig að sko fýtt pakki það. Og þetta er í rauninni ennþá í gangi og þetta er unna mótel svona slúður, þau eru bæðið mjög hugguleg og ég ætli í annað mótel og nú verður þið kannski hissa því að þetta er Íslands mótel og þetta er ekki erlends slúður en ég er með Amazing Twist þarna, þetta er Ásdís Rán. Og hún var í spjallundaginn. Íslands slúður í erlendaslúður? Já, en ástæð fyrir ég með þetta slúðrið snýst erlend celebrities og erlend location. Þannig að tilhjóta og hún er international celebrity þannig að fæ ég slætir þetta ekki. Hún er í Búlgaríu. Sko, þið vita að Ásdís Rán er celebrity model, vita það allir. Og hún var að segja því daginn í spjalli. Hún tók gott spjall við King Gustaf B hérna daginn sem er kongur. Og hérna hún var að opna sig með það. Hún tók nokkuð svona mökkvöld í The Playboy Mansion held í sig þar og hérna hún var að veltast einu hvernig þessi partí voru í The Playboy Mansion og hverju hún hitti þannig að hún var að segja að hún hitti hérna aldrei Hugh Hefner sem var skell og þetta er alltaf resa mansion, þú veist hvernig desnitið þú hitti ekki alltaf heimahöður sko hún var ráfandi og hafa gaman hún hitti hann bara aldrei, hún var skell sko en hún kom með að sinna það en hún hitti nokkra áluru gæjar sko og meðal annars Jason Statham, Chris Hemsworth og Bruce Willis og það sem ég er með Amazing Twist í þessu slúður í dag 2 af þessum 3 reyndu við hana og reynda að eiga sexual intercourse með henni og þið fáið sem getur giskað á hvaða 2 af þessum 3 reyndu við Ásdísi Rán færs
snakk. Hver sagði þetta að væri? En var hún að segja þetta í viðtalinu? Já. Okay. Hún sagði að hún nefndi hvaða tveir reyndu við hana. Chris Hemsworth og Bruce Willis. Bruce Willis og Jason Statham. Ég myndi segja saman, 2 sköllóttir. Það var hár rétt. Hvað er þið? Menn með hár mæta bara til að fá sér drikk og spjalla sko. Og hún sagði mér að hún hefði sagt við manni sín á sínu tíma að hún var gaman að vera á lausu þarna og hún geta hakað í bóks, veist. Hún vildi að haka í Bruce Willis sko. John McClane sko. En þannig að þetta var svona móli sem ég vildi aðeins fara í og það var gaman að fá kannski á sig sér án einhvern tímann spjall og fara svona djúft í Playboy Mansion mökkvöldin. Já sko, það er margt sem ég myndi vilja tala við Ásdísum. Það væri gaman að fá hann í blökkasteik og líka, hörðu, hún var besta vinkona hann The Crypto Billionaire sem allir bara hvarf Ég er náttúrulega búin að hlusta á podcastið í eftirmál með Ásdísi þar og það er frábært þáttur. Og svo Jóhann Haugur að koma Amazing Jobs til okkar líklega á mánudaginn að tala hvernig er að vera Hollywood actor ef við ekki síðan að fá Ásdísi og velta steinu og líka ég ætla maður að ræða The Mansion. Hörðu, og síðan er að fara í 45 mínútna gamalt Celebrity Beef sem er Kanye West og P. Diddy og þetta er í gangi á Instagraminans Kanye right now og þetta verður inn í nokkra mínútur viðbóti að því svo veit hann dílitur allt öllu sem hann setur inn sko og er komið nýtt núna og ég er að koma upp þetta er fólk sem er að keyra núna og vil fá skýrslu málið er að Kanye býr til bóli sem stendur á White Lives Matter og hann mætti með White Lives Matter bóli á fashion show í París og hann var í White Lives Matter ból og hann setti öll mótil sín í White Lives Matter ból og það sem gerist er og síðan kallar hann líka Black Lives Matter a scam og hann gerir marga reiða og meðal annars P. Diddy og P. Diddy hringir í hann segir gamli White Lives Matter konceptið ekki spurningum að setja það á ís og hringir í hann verðist þess að Kanye bara skella á hann og senda hann svo skilabóð og segir við P. Diddy I didn't like our convo I'm selling these teas og hann tala þessa bóli nobody gets in between me and my money sendir hann á hann og svo sendir hann líka við hann eftir að senda hann klausa á hann come do something illegal to me now please og svona gefið til kynna P. Diddy sé eitthvað gangster sem henni ég veit ekki drepa hann hefur náttúrulega oft verið orðað við það sko hann sé svolítið gangster hann er orðað við það en málið er sagt að hann byrja ábyrða á Tupac sko við veitum ekki að vera kærðir hérna fyrir að segja það ef hann er að hlusta það er orðrúmur það var orðrúmur og næsta fæsla hjá Kanye er this is why I'm the leader I just made both these guys my security because anything happened to me you're the top suspect það vil meina það eftir að posta þessum skjáskotum á spjallinu ef hann drefst þá veit allir hvað drapa en þú sér það að Kanye fer beint í bara ef þú drepur mig þá ertu grunaður það er alveg stoltið stórt að fara beint í það en hættu ekki bara flestir að núti að vera hættir að senda Kanye í SMS eða DM eða hvað sem það er hann sýnir þetta allt ég myndi aldrei senda hann ég myndi bara ringi hann og tala við hann það postar þessu öllu bara á Instagram ekki það, hann er að taka upp símtölu líka ég myndi bara ekki geta að tala við mannin ef maður segja, ef maður ringir í hann getur hann að taka það upp sko. En hann segir anything you text I will post segir hann við Puff og Puff Daddy segir við hann I'm just trying to talk to you as a black man and I'm talking to you because this is hurting our people stop segir P. Diddy og það er svona síðasta skilabóðan sem hann postar og fólk getur lesið þetta Celebrity Beef fyrir inni líklega svona 30-40 mínútur viðbót en svo er þetta líka ein hliðin á þessum tening er svo að ef honum líður eins og honum hafi verið ógnað í þessum símtölum að þá er þetta kannski hans vörn að posta þessu þannig að fólk viti að það veriðist vera hann orðar þetta þannig svona hóta álum eitthvað sko ég er bara okkar maður Kanye er ekki á góðum stað nei hann hefur ekki verið á góðum stað lengi sko það er bara nokkuð ljóst þannig að þetta er glænýtt Celebrity Beef og tvö mótel mólast þetta var slúðurpakki dagsins við verðum að gefa allir það hann kom sterkurinn það var metnaður í þessu og ég fyrir þetta en við skuldum auglýsingar og svo er það Kitty Keistla hér eftir smásnum held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 en við erum ekki í beinni útsendingu núna sem þýðir ég held að flestir hlustendur okkar séu búin að gera sér grein fyrir því að við erum í klefanum og hérna ætlum við ekki að vera með neitt svona svisseri við ætlum að fara bara í dagskrálið sem að byrjaði svona eiginlega fyrir 2 vikum að slistni varð að dagskrálið í síðustu viku og ætlum að prófa hann aftur núna það er Kitty Keistla þú ert rosalega hrifin á hann ég hef gaman að kitta það er vesen á hann en vesen er nú vægt til orðin að tekið sko það er alvöru Keistla á hann en þú varst eitthvað að tala að hann var svo erfitt að taka hann þegar hann svo æstur hann reynir rosalega á eins og núna er ég rosalega slagur
Ég þarf að fara að gýra mig upp. Já, og keyra þetta í gang. Hann tekur rosalega marga línur á meðan hann að tala við einhvern. Já, og hvað, vantar pening? Já, vantar pening og hann stiplast gjarnan upp, sko. Já, varst að tala fast í nefinu. Varst ekki líka að tala að vantaði far í það? Jú, mér dætti hvort hann væri ekki bara að fara eitthvað. Þú veist, hann þyrfti að fá far, hann vantar pening. Ok, sko, ég búin að finna nafn. Já. Það Þrúður. Ok. Til ég það? Já, en hann sem sagt, hann rugglast alltaf á nafnið, þegar ekki? Jó, hann veit ekkert við hvernig hann Nei, hann veit ekki neitt. Ok, maður sjá. Byrjar hann ekki alltaf á línu? Jó, sálsög. Já, hvað er þetta? Þrúður þetta ég. Er þetta Baldur? Halló? Þetta verður rosalegt, við verðum bara að keppa í að láta að skella á sig. Hvað var þetta? Þetta hefur verið svona 10 sekundur. Vá! Það voru að fá okkur aðra. Það ekki? Jó, hún var ekki til í þetta. Þessi var ekki til í þetta bara. Nei. Þetta er ekki dalgitt nafn. Nei. Já, Þorkell. Þorkell. Halló. Já, er þetta Þrúður? Já, sælu blæsu. Geti kistla hérna minn. Heyrðu, ég var að spá í Þrúður hvort þú geti lána með spáður bara núna fram yfir helgi, er það í lagi? Heldur þú geti það? Halló. Þrúður? Já, herru, þetta geti kistla hérna nákvæmlega. Er þetta ekki hátúnu? Er þetta ekki hátúnu Þrúður? Halló? Já, halló. Gætur nokkuð skuttla mér upp í Skeifu? Mér vantar að kíkja hans í búður og fara á pöppin og svona 1000 kalli bögsi. Þrúður? Já. Það er búið að snjóa hjá mér, sko. Ég ætla að vera heiðalög við. Ég er búin að vera vakandi 9 daga. Það er líka stutt í áramótin. En ég er nú að spá. Nú er ég búin að vera í 3 stuttu gardinu. Komin í golfsóður og fleira. Mér vantaði bara svo að fara upp í Skeifu. Getur þú hent mér upp í Skeifu? Þorkell. Þrúður mín. Myndur þú geti gert það? Heldur þú myndir hann skuttla mér upp í Skeifu og kannski lána með 15 á skatt með 15% aukstum? Þrúður. Já. Ertu það? Já. Hvað snjóar þér það? Nú er ég hægt að tala við þig því ég er að fara til læknis. Já, það ekki. Verða á sein. Já, ég skil, ég er líka alltaf sein. Ég er að leiðin upp í Skeifu, mætti ég nokkuð sitt í. Já, ég er ekki að fara þangað. Nei, þú ert ekki að fara upp í Skeifu. Nei, ég skil, Jesus maður, ég ætla að stipla hérna. Herðu, ok, þannig að þú ert að fara upp í Skeifu. Þú getur ekki skutla mér upp til læknis. Nei, þetta ekki. Það ekki. Herðu, ok, en með láni, heldur þú getur hendur með 15 kallu með 15% vöxtum eða? Nú er ég hægt að tala við þig. Já, það ekki, ég er líka tómur ruglum. Já, við hefum ekki að tala saman núna. Ég er bara að leggja mig held í. Það ekki. Maður er drekkandi einhverja afganga hérna frá því með partíina í síðustu. Þetta er svo mikið bull. Ég vissi ekki alveg hvað þetta að segja, sko. Nei, hún hjekk alveg á Lillu. Já, hún hjekk, sko. Já. En hún var bara að fara á ferðina. Hún var bara að fara læknis. Hvað mátti ekki Kitty sitt í? Já, hún nefndi ekki að hafa Kitta með maður. Kitty Kistla, þú veist, hún var bara að fara að sinna sínu. Hún nefndi því ekki. Það halda það við Þrúði. Já, það var bara að ringja einhvern gaur. Það var þetta Þormar. Getur líka að beða hann að geima tösku fyrir þið. Má bara ekki opna hana. Já. Er þetta Þormar? Þormar, blessaði Kitty Kistla hérna. Hvernig ertu? Hvernig hitti ég á þig? Já, maður, þetta er gott. Er það ekki? Heyrðu, nú ætlum ég bara að fá að vera ríl við þig. Er þetta ekki Þormar? Þormar? Já. Herru, beru við því Þormar. Má ég eins fá að segja hvernig staðan er á mér? Ég er nú búin að vera vakandi þetta í 9 daga núna. Hún líka stutt í áramótin. Og að búið að snjóa hjá mér. Mér vantar svo að fara upp í Skeifu. Myndur þú nenni að ná að skuttla mér upp í Skeifu eða þú ert eitthvað að ferðinni framjá Skeifunni eða þú ert að fara þangað. Ég var að kíkja aðeins í búður á pöppin og setja 1000 kalli bögsi. Þannig að þú voru bara að fá þig leigubíl. Já, það ekki. Það er miklu meira vitið því en þekkjustu ekkert vel. Í rauninni þekkjustu bara ekki neitt. Heyrðu, en myndur þú geta hendina með 15 kalli með 15% aukstum og ég borga beint eftir helgi. Myndur þú geta það eða? Myndur þú nokkuð nenni að geima fyrir mig þetta smá tösku á þess að með ég að kíkja hana í bara viku og lána mig veðbrið þitt?
Mundurinn annað því, hvernig ertu? Þorvar, áttu baking soda? Áttu nokkuð baking soda? Já. Hafðu ekki bara kíkja á þig, ertu ekki alltaf upp í Hagalandi? Ertu ekki ressa? Jú Ok, þú voru að slaka á maður, ég er nú bara að byggja nokkuð greiða þarna. Já, ég er alveg slagur Nei, ok, ég kíkja á þig. Allt út allið maður. Ég haf búið að snúa vel upp í nasendina á mér þetta sko. Halló. Það er á komið, þetta var Kitty Keisla 2 símtöl og þessi hafi ég held að hann hafi nú vitað sko, hann var ekkert að stressa sig á mér sko. Nei, hann vildi samt ekkert segja hvað hann býr. Nei, það nenni því enginn sko. Nei. En var hann ekki léttur þessi? Jó, allir léttir Já, með að föstu dag Nenni bara ekki að tala við Kitty Keislu. Nei, ég skil það alveg sko. Já, ég skil það líka, ég myndi skella hratt á hann. Þetta var Keislan og ég hefði gaman. Ég man ekki eins og hvað ég var að segja. Já, Egill var að hrósa þessu lagi. Lóksins með góð tónlist þetta. Já. Þetta er alveg þín tónlist en fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Kitty Keisla, það er búið að kveðja hann í bili. Ég táraðist og hlátri Kitty Keisla er komin til að vera. Þetta er faglega mat. Við höfum hann á og til. Já, en sko, ég er að spája því að við erum núna búin að við dróum hverju með hvað liði í dag. Ég fekk svolítið stuttastráfi, það verður að viðkynast. Ég fekk gleðilega liðin. Ég fekk máva, mér langar að klára hann. Það er að geggjaðu liðið. Þú fyrst læn í hann og feskan liðblöð. Svo þegar ég fór að skoða þetta, ég bara, hvað á ég að spurja í þessu rugli? Ég er í vesinni. Ég er að keppa á móti The Godfather í máunum. Ég veit hellingum á. Eftir að var niðurlaður hann á sínum tíma af þessu máu hennar heima á sér, þá var hann búin að stútir þá dag út og inn. Þá verður þú eiginlega bara alltaf að svara undan Egill. Já, þú meinar, ég steindi bara að vinna þetta 300. Ég var að sleppa máum bara. Nei, þetta er rugglaður. Við erum alltaf að fara í máa. Þetta er ósangjart sko. Ég ætti að fá 1 stig strax, bara 1-0 fyrir minn og áðurum byrjum. Það var sangjart. Ég nenni ekkert að spila klefan. Jó, reynda lagið er flott hjá Steindi, ég geði það. Já, hendi í lagi. Svo ætla ég að klára lagið svo, ég er búin að segja fyrir það. Já, hvernig kemur heilt lag? Það er bara vika, 2. Ég þarf að henda mér í stúdíu sko. Ég sé máva í dag, þá ræði ég náttúrulega hvað trailerinn langur. Ég ætla að gefa svona 30 sekundur þessu. Hækkaði í þessu. Þetta er sílamáður, jafnvel hettumáður. Þetta er alæta krakkar. Þeir eru krakkarar, algjörir meistarar. Þeir eru sterkir, einfaldlega langbestir. Þeir eru krakkarar. Já, helviti var þetta. Hvað, ég þá að vera eins og þú í þessu lið. Ég var að segja, þetta eru kostileg kvikindi. Þetta eru kostileg kvikindi. Fannst þér ekki eftir að þú fórst að researcha þetta og skoða þá? Varst ekki impressed? Ég hugsaði allan tíman okkur gæti ekki Egill dreigið þetta rugl. Já, ég hef verið til í þetta. Mávar átti ekki svona verið í pottinum. Það var hellingur öðru. Já, ég veist það skemmtilega lög. Ég hef frekar viljað til íslensk slúður. En þú með máva sko. Ég er komin í vesen, ég er að keppa móti gæjar sem var niðurlegar að máf. Hann veit allt þetta. Já, ég ætla að láta bara máfana ganga. Ok. Já. Fyrsta spurning, ég byrja á þér Egill, hver er meðalþyngd máfs? Ég veit þetta ekki. Og sá sem er nær svarinu fær stíð. Sko, mávar eru með, til þess að geta flogið, þá eru með mjög létt holótt bein. Ég segi bara eitthvað kíló. Ég veit, ég hugsaði, Steindi vil meina að máur sem hitti hann var að við erum að ná hann bara fyrir brjóskassa. Hann var risastór. Nei, ég sverða. Steindi að vera. Ég sverða, þetta var eins og pelikani. Hann var svo stór, þú gerir ekki grein fyrir hvað máur er stór ef hann er nálættir og ef þetta er stór típa sko. Máurinn verður alltaf stærri og stærri hjá þessi. Nei, hann var hjúts, ég sver þetta. Sko, þeir geta ekki verið meir en 4-6 kíló, þú veist, þeir eru airborne. Skilju, þau þurfa að fljúa sko og það er létt í beinunum, þau eru alltaf með ykkur Hvað segir þau? 5 kíló 5 kíló? Ég ætla að segja að þessi 7 kíló Meðalþyngd máfs er 1 kíló
Ég var nærði 1 kíló Þú fær ekki stíði sko, þú sagði 5 kíló Já, Og ég svo sem meina- er nær, hann var nær Hefur gripið í 1 kíló handlum Það er bara svo að halda á snakki Það er bara eins og póki sem Ég ég var að halda á maður sko Hörðu, hæ, ég Egil er komin yfir. Eitt Hversu- nón fyrir agli 1 Hvernig kíló getur þú ekki verið Það er 7 kíló á máður? Já, sko, ég- Hvað er þetta eitthvað Sá rugglar? sem ég hitti Hann var face to ekki face 7 kíló Í það minnsta Hann var þetta eins og pelikani Nei, hann hefur verið 15 Ég til veist að 20 kíló. pelikanin næri ekki svona 7 kíló Hann hefur verið 15 til 20 How þessi much sem ég does a hitti pelican weigh? Pelican weight Já, þeir geta náðal upp í 12 kíló sko. Nei. En þeir eru 3,6 til 12 Þannig að þú hefur, hvað er þetta pelikani mögulega? Hvernig var það litin þannig, máttu því? Já, Gokkur var samt stærri en vanlega 100% Þá er það næsta spurning Egil, þú ert yfir Maður sem að les endalust máva til þess að búa til eitthvað mávalið Ég er alltaf undan út af því að hann er allir Googlaði eitt fyrir mig eftir spurninguna Hvort að pelikani hafi sést hérna á Íslandi Af því að ég er ekkert frá því en það hefur bara verið pelikan Næsta spurning Egil Ég Geta held ekki, sko. mávar orðið dópistar? Dópistar Þetta er já eða nei spurning Banna að googla Nei, ég er bara að skrifa þetta niður sko. Ég er alltaf, ég er með hana skjal yfir spurningar sem komið sko. Ok En það er þægilegt fyrir mig Sko. Þá þarf ég ekki að pæli Sko, ef þeir komast í unlimited amount of yayo þá myndi ég halda að þeir myndi sækja í það sko. En út af því að það er eins og til dæmis Ok, þeir geta, ég ætla að meina að þú fara okkur umfæri og finna sveppi og Þetta er geggjur spurning Þetta er að massa Hann er Sko, ég er nokkuð viss um geggjaður að- hóst af máum Ef þeir komast í Ég ætla að segja já Ég ætla að segja já Ég meina ef þeir Leiðu mér að svara Nei, við meðum bara svara Þú ert í Oracle í máun Þetta er já eða nei spurning Já, ég myndi halda að þeir elski góða sveppi og Já, ég get ekki peppast í þessum liðin Það er hárrétt hjá okkur Yes! En þeir eru ekki að leitast í jeiu eða sveppi Það eru vist einhverju maurar sem þeir sækjast í og verða að hæja á þeim taka þá í nefið þá Já, eða? það er rosalegt. eitthvað hérna Og Shit, þetta er hvað vist góður mál. algjör pláa í Breitlandi Ah. Þá eru þeir út og dópaðir hérna á sumrin Kannski var þeir það eru dópar sem var kostulegir. svalin á þér Kostulegir sko. fuglar. Síðasta spurningin Eru mávar graðar en aðri fuglar? Þetta er 2-1 núna Það er 2-1 Sko, Ok, ég þetta get er alveg jafnað málið En aðrir fuglar, þú meina bara svona Þú tekur alla fugla heiminum Nei, ok. Er það above average græði? Já, það er það sem ég er að spyrja Sko, ég meina, en hann reyndi ekkert að fara á því sem þú var hann að svölunum Með þau hvað er margir ég ætla að segja já Af því að það er pláa Já Þetta meina að þið fjölgir sér svo mikið og þess vegna er svo græðir 100% Þetta er bara eins og kanin Frábær punktu hefur sko Ég hata hvað gáða það Takk fyrir það En svo ekki gáð Já, það var vel lesið hjá hann Ég meina, það var ekki græðir, það var ekki út um allt sko Það er margt að vefjast fyrir Steinþóri En gáðunar eru ekki eitt En mál. máli- Ég ég klári í mávanum. hef aldrei séð máf á baki Klári í mánu, þú sagði hann að vera 7 kíló Hann er 1 kíló Það sem ég hitti var náttúrulega líklegast pelikani Það sem ég sé má að gera Þið setjum á Heitur ljósastörum ekki bara strút Já, Maður er fann að halda það þessu söguðurum hann var risastór Það var líka pelikanur. Ég hefði alltaf að mynda honum Þú stóð upptekinn að segja sjú Já, ég panikaði sko Ég held að þeir séu Þeir eru svona aggressívar og með almenn leiðindi Þeir eru ekkert svo graðir, ég sé nei hana 2-2 kannski 2-2 Yes, ertu ekki með auka? Nei, ég er ekki með auka Við skuldum auglýsingar sem betur Já, fer Og ég mun aldrei aftur stjórna máðum Eru þið Betur að graðir, tapaði Já. ekki Ég tapaði ekki graðir líka? máli Above Ég average tap- Ég vissi að stendið myndi Ég taplus í máli helvítis 2-2, öllum sama Þetta eru bræðinir Frikki Dór og Jón Jónsson með dansa Það var alltaf langt sinni að dansa þetta drengir Já Það er gaman að dansa Já, dansa. Nei, herru, ég dansaði í Stóra Sveinu, djöðlega gaman Og í höllinni, varstu? Nei, ekki Já, dansaði í höllinni líka Ég er að fara á tónleika með þessum Varstu á drengjum leiðina? Í desember Hæ? Ég er að Já, fara á tónleika herru, ég með ætla að fá þá í blökasti Þeir ætla að gefa áskrundur blökastins afslátt Bræður á heimaðalli Já, bræður og heimaðalli Í kriganum Ég ætla að reyna að fá þá í auka þátt að 15 muni Ég var að tala um að fá svona eins og ég gerði með Eið og Sveppa Fá svona vini sem að fara í nokkra spurningalið Svona auka þættir Þannig að sá þáttrættur Þáttrættur að koma á næsta 15 dag í Fyrir blökasti að fylla krigan Já, Rosa Já, það er geggja sko en herðu, taland Jón Jónsson drengi, það er komið að dagskráliðnum Þekkið ekki Yes og þar eru hann og okkar besta GTRN undir og hver á að byrja hjá þér Sko í Egil? fyrsta skipti er ég ekkert eðla spenntur fyrir þessu lið Þegar ég stressaði fyrir þessu lið þegar ég er að keppa Nú er ég að sjá Þú ert að sjá mann, já Þannig að Þú ég segi sefur- bara Steindi, ég ætla bara nú að ræði ég Steindi drullaði fram Já, Nei, ég er sko, bara það er eiginlega betra því ég er á tökkunum Já, og þú getið var fram sett fyrst. þetta einn á stað hvað held ég þeim ekki verið oflengi Nei, nei Ég er skýt saman að guða fram sko Of lengi, hvað gerist ef við erum of lengi? að þá dettur lægið út sko Ég get ekki verið á tökunum því miður sko Nei, það er Viltu að ég takki takkana? Nei, ég er einu Nei. maður sem ég treysti veit hvað þetta er flókið shit Steindi, þú ert ekki verið að taka Þið get ekki verið á tökkunum því Þetta hlýtur að vera flóki, þú er búin að vera 12 ára á þeim og kannt ekki á Já, hvorur ykkar getið þetta Það er Þú bæði veist að- pressa og þetta er hrikalega rutt Þú hleypur fram- Allir þessi takkar og
Ég veit, ef þú með fram, þá er enginn á tökunum. Já, ég seti þetta af stað fyrir ykkur. Ok, eru tilbúinir? En það kemur ykkur glitch. Það kemur glitch, svo er ekki til að laga það. Nei, ég treysti ykkur ekki fyrir allavega. Eru þið tilbúinir? Já, við erum bara stakir. Við erum tilbúinir. Þannig er þetta komið undir. Ok, þá getið þið bara að byrja. Ég hoppa fram. Steinþór, ert þú tilbúin? Já, ég er tilbúin. Umsjónamaður þekki ég ekki í dag er Egill Einarsson. Já, eða Ísey eins og ungur Gerdal kallar mig. Nýðan nafni mitt, Skýrhaus. Það kallar mig Ísey, það er Skýr í Skýrhaus. Já, ertu kallað það? Nýtt grín hjá ungur Gerdal. Allavega, umsjónamaður þáttarins er ég og Ísey. Og gerði þið besta, Steinþór? Þú og Ísey? Hvað eru það teira þínu? Sagði ég og? Já. Sko, við ætlum bara að henda okkur í þetta. Ok. Hvaða 3 uppáhalds fine dining veitingastæðir myndir þú segja þú hefði? Þú elskar að fine dining, þú elskar að borða, þú elskar steik og raut, þú elskar að gera vel við þig. Nei, það er ekki þessu rétt. Þú hatar bragðgóða mat, sko. Þú elskar helli og tvillibit. Þannig að hvert finnst þið gaman að tillaður og sko, málið er það að því að mér finnst matur bara að vera svolítið matur. Þetta er eitthvað sem ég kem frá. Það er ekki margir sammála, sko. Ekki þeir ekki hana. Nei, það er ekki margir sammála. Seniorinn ofeldað allt annað, veitu það. Já, ég var bara alin upp á þannig mat og bara með fullri viðingu fyrir mínum foreldrum. Ég gerðist ekki eitthvað svona matgæðingur. Nei, því miður. Uppáhaldsmatiðin er pulsa, sko. Já, uppáhaldsmaturinn minn er pulsa. Pulsa, bara, já, það er rétt, með öllum að steiktum. En sko, ég er með fine dining, sko. Þú getur ekki sagt, þú veist, það er ekki að segja að lúan hjá SS, sko. Það er ekki grænt á það, sko. Það er ekki fine dining, sko. Sko, nú ætla ég að hugsa upplifanir. Þegar ég fer ekki út, þá finnst mér langar með að finnast gaman og það er stemning og svona. Þá ætla ég að segja tapasbarinn. Hann er komin á blað hjá mér. Okay. Tapasbarinn, hann klikkar aldrei. Þú er oft fullur þar. Já. Og ég ætla ekki að segja mikið lengra. Ég ætla að segja Sushi Social. Sushi Social, já. Og þú oftur mjög fullur það líka. Já. Og þá er ég einn eftir, eftir 3. Sko, mér langaði að vera svolítið heiðalegur og segja Dominos. Það er ekki fine dining, sko. Nei, því að þú veist, en þeir bara, ég er mjög mikið heima og nenni stundum ekki að elda því ég er heima. Ég veit alltaf það. Það er ekki fine dining. En KFC? Það er ekki fine dining, heldur. Fine dining? Fine dining? Ég meina, ég get alveg farið í jakkafötu og KFC er ekki... Í hverju munun á því? Ég skil ekki munun. Þetta eru skyndibitastæðir, sko. Já. Ef ég væri með að segja hverju 3 upp á skyndibitastæðin, þá múttu segja Dominos og KFC, sko. Já. Ég tala fínan, bara mettur á veitingastæð. Já. Skilur, þú með rauðvínsglas og matseðil. Já. Ég er ekki að tala þú og bumbunni heima að panta Dominos, sko. Sko, tapa, sósalinn, þá myndi ég... Það er mikið í bóði, þetta er erfitt og all. Já, svona dettur ekkert mikið, ég myndi segja... Það leggur ekki það, það er ekki stressa á mér, sko. Ég er ekki að... Grillmarkaðin, hann er flottur. Hann er góður. Já, ég segi það bara. Já, bara 3 frábært staðir. Apoteki líka gott. Já. Margir góða staðir. En sko, þá eru komnir í spurningum. Og þetta er bara svona þitt mat. Það er ekki rétt eða ránt svar. Þú metur þetta bara. Hversu horni ertu dagsdaglega á skalanum 1-10? Jesus Christ. Eins og ég segi, það er ekki rétt eða ránt svar. Hvað metur þú þig svona á 1-10? Það er greinilega ekki hægt að láta því sjá með lið. Þetta er mjög skrítið spurning. Dagsdaglega, sagði það? Já, þú veist. Það er ekki bara að tala um núna í dag. Ég tala bara svona heilt yfir, average. Hvað myndur þú segja svona venjulegum degi, þú veist? Venjulegum degi? Þá er ekkert í gangi. Ég er bara, þú veist, þú ert ekki að tala um þegar maður er komin bara upp í rúm og svona. Er eitthvað púk í því? Nei, bara svona, skilurðu? Nei, ég bara tala um bara svona heilt yfir. Já. Bara svona, þú veist, bara ekki endilega eitthvað. Ég er ekki að tala um það að allir eru sopnaðar og þú bara setur með hrindurinn með rauðvin og allir, þú veist, þú komin þannig. Þá veit ég út horni, sko. En ég tala bara svona dagsdaglega, þú veist. Ég myndi segja ég myndi bara segja 5-6. Medium. Já, ég meina, þú veist, já. 5? Hvað áttu eitthvað erfitt með að trúa því? Nei, bara, þú veist. Ég myndi segja, ég væri bara það er ekki rétt eða hann svara það. Þú metur þið bara sem 5. Já, ég bara miðlungsgraður. Þú ert ekki ógraður, þú ert ekki mjög graður, þú ert ekki mitt og mitt. Bara eins og þú vilt orða það. Hættu bara að tala um þetta. Það er bara næstu. Ógislegt að hlusta á að tala um þetta. Hvað skeinur þér oft í viku? Og sko, ég ætla að útskýra þetta. Já. Út af því að ég geti eiginlega ekki farið í magn af, þegar þú skeinir einu sinni, ein hæging getur verið bilinu
3 til 15 skeinur eftir hvort sem er niðurgang eða kannski bara harlífið sko meðaltal, málega er að ég get alveg sagt þér það, ég krumpi kúlu svona 200 Lotus sem er ekki beint kúla, ég vil nú ekki meina það, en þetta er ekki, en ég brýta hann ekki snirtilega saman, skilur við sko við, það finnst mér alltaf svolítið riski og ég myndi segja, þú veist já, ég er nokkuð vel skeindur, ég myndi segja já, svona 15 skeinur allavega ein hæging, ekki sem 15 skeinur en sko ég er aðalega að hugsa sko ég get alveg reiknað þetta fyrir ef ég myndi gefa það bara eina skeiningu fyrir eina hægingu hvað veitur, veist, þá svona öllu hvað hægir ofta á dag þetta er ekkert flókið reikningur, ég meina yfirleitt hægir maður sér einu svona dag það er mismjöndi, sem það er 3-4 svona dag sko 3-4 þá ertu bara með nóróp veiki ég en segir bara þetta hægir einu svona dag þannig að þú ert að hægja 7 viku já, 7-10 15 skeiningar í einni hægingu, eða ekki? Jú, 7-10 eru 70 7-5 eru 15 þá er þetta 100 sko 105 105 svona í rauninni 105 skeiningar í rauninni já, svo tekið aukaskeinur, ég myndi bæta við 10 svona vítt og dreifti vikunar og aukaskeinur er það bara 1 og 1 skeina það er? Já, 1 max 2 10 svona random aukaskeinu svo gerir ég AC ég myndi ná reyndar alveg segja frekar 15 á það sko. ok, 15 aukaskeinur, þá er komið 120 sko 120 skeinur sko, það er 120 total sko. hljóma nokkuð rétt já, en sko við þurfum að útskýra verður ekki að útskýra þetta til þessi sangjant að sangjant þér er, þú veist ein hæging 15 skeiningar já, meðaltali sko ég meina það fyrir eftir hvernig þetta er allt saman stundum meira minna og stundum meira hvaða lag gerir þið horny? hvaða lag? ég get lofa þér í núna, nú er ég verið heiðalegur það er ekkert lag í heiminum sem gerir það fyrir mig ég hlust ekki á neitt lag og er bara, já þú ert frammi og búin að opna Red Wine og eru til að setja lag á þetta já, þá setjum maður kannski á ég skil gott við, þú veist en það er ekkert það er samt ekki lagið sjálft sem kemur manni það meira kannski svona, núna er viðeigandi að hafa kannski rólega tónlist eða svona tónlist eða hins einn ég myndi segja en vilt allt í lagi líka, þú veist, þú ert að fara einn heima og þú ert að fara að gera vel við þig það er allt í lagi, bara eitthvað svoleiðislega bara sem þú setur út að fara hvað meinur, það er fólk í því að setja bara eitthvað lag á ólega tíma að hafa allir herru, ég myndi segja hérna ég myndi segja að væri eitthvað rappara eitthvað eða þetta var nafn og læg blöð þar að gilka á þetta skildi keppni sko já, ég myndi segja að væri eitthvað pop, rap líkast sko pop eða rap ég er að reyna að leysa þetta bara já, þetta er alltaf, ekki alveg viss sko nei, ég myndi segja hérna eitthvað íslenskt á nei, ekki alls ekki íslenskt ég hérna hvað er svona rap eða svona, finnst þið skemmtilegt? Ég myndi segja bara hérna Love on the Brain með Rihanna Love on the Brain já, Rihanna já. Hún er skemmtileg já, hún er bara frábær bara frábært valiður blöð getur þetta aldrei, þannig að það verður ekki punkt þarna en hérna, takk fyrir já, nú þarf ég líka að hugsa hvað blöð myndi ekki segja sko já, ég segi bara takk fyrir mig og blöð erum við búinir það? já, þú mátt fara út hann situr á prentanum senda reynistinn setur svag þungt yfir hún, sérðu ég ætla að banki í Anna, ok Sætli, það var mjög hægur í það sko það var eitthvað drungir og sasta þau fyrir prentaran bara já, þau voru svo lengi það var helviti hægur sko við vorum ekkert lengi jú hvernig varst þér að vera á prentanum, maður er búin að vera heldur ótt sko þetta var skrítið maður jú, herru, býta, ég hérna eitthvað vesinn á tækninni eða blöðu farin út úr stúdíunum glemdur ykkur það? alltaf leið ok mannlegur sko já, ok sko er ekkert rétt eða rámt svo blöð gerðu þið besta herru, þú þarfst ekki að kynna að þekkið ekki fyrir mér umsjónamaður þáttarins í dagsklöðu er Egill Einarsson já hvað myndir þú segja blöð að væri þínir 3 uppáhalds fine dining veitingastæðir á Íslandi herru, ok, byrja vel, ég held að þetta er einhver algjör viðbjóður ég er ekki að menna að kjafta þetta nei, ég fylgja wow það er eðlilega spurningar já, ég er náttúrulega ég fór á miðvikudaginn fór ég hérna í fyrst sinn á Tres Locos, hann er geggjaður Mexican ég prófa hann dag, good shit Mexican food já, sko, ég er náttúrulega mjög vanafastur maður það er eina sem böggar mér er að Steindar mun fatta þetta sko, hann er að fara að fá stig hérna held ég sé apoteki og vera allir í það stundu sko já, mér finnst það bara stuð og mér finnst aftnóð og allt það svo geggja sko flott hús og staðsending og bara styrlaði matur og þjónusta þetta er búið 10 svo myndi ég
Ég verði eiginlega að segja fiskmarkaðurinn. Já. Það bilaði matur þar. Ekki verið nokkuð sér mann, ekki verið nógu Já, ofta, en það good shit. Það ekkert eðlilega gott. Svo í lokin, já, ég verði eiginlega að sveipa á staðan minn, sko. Það náttúrulega, það hérna grillmarkan og fleiri, en ég hugsa, já, ég verði eiginlega að segja tapas. Já. Í dískan. Þannig að þá apóteki fiskmarkaðurinn og tapas. Já. Vökvaði þig oft þar? Já, bara borðað góða mat, það var svo meira sem ég er að hugsa. Og sjáum hvernig að Steinþór geti þetta til að vökva mig, sko. Og þá hefur þetta challenge á þér að með þetta. En getur hann fengið 1-3 stig eða? Fær hann rétt fyrir hvert stað sem hann giskar á? Það er eðlilega góð spurning hér. Já, okkur ekki. Ok. Höfum bara þannig. Já. Þannig að því að þið geti aldrei allt, sko. Nei. Við höfum bara þannig. Ok. Punkt fyrir hvert rétt svar. Já. Hversu horny ertu dagstaglega á skala 1-10? Þetta er það sem ég held þetta er, sko. Máður að við kynnast. Ef þú veist þá er meinaði bara svona heilt yfir. Það er ekki sett ekki gangi, þetta er bara svona average yfir mánuðin. Bara Average. Bara eins og í dag. Já, bara svona Bara venjulega dagur. heilt yfir. Og hvað, mest 10? Ég er ekki að tala um eitthvað svona út í fríi, veist, í Flórens og komið 6 flöskur í því og Já. ég er ekki að tala um það, sko. Bara svona average. Það er ekki að tala um það. Average 6. Ok, above average gráður sérst. Nei, það. Já, þú veist, út af því að Já, ok, þá myndi ég bara segja 5. Ég held ég sé bara eins eðlur í þessu hættir. Nei, það ætlaði að vera 6. Menn hafður talað um yfir 20 árum, hafður talað um fyrir önnu, sko. Ok, 6. Ok, næsta spurning. Hvað skeinur þeir oft í viku? Og sko, ég þarf að til að vera sangjart. Sko, hugsunum mín var bara ein hæging. Það meinti ég bara, þú veist, það er ein skeina. En Steinþór vil meina að ein hæging sé 15 skeiningar. Þannig að, Ég get ekki fara að tellja Nei, en ég skal svolítið sjá bara það. Ef þú segir bara svona þú veist, hvað hægir þér oft í viku, þá skal ég sjá bara um að ég er með calculator hérna, alltaf på 10 hérna. Ég veit það ekki, svona flesta dag held ég bara Ég held að það sé bara sama á hann, 6 sinum í viku eitthvað 6 sinum í viku, já. Þannig að koma dagar sem hægir þér ekki. Já, þetta er alveg einn. Bara nú, já, það er rosalegt. Akkur Nei, það er ekkert. Ég hef verið í útlöndum og, nei, ég ætla ekki Tekur svona stoppara og hægir aldrei? Aldrei, en ég man einhvern veginn að hafa verið í útlöndum. Ég bara, hefur sétt, ég hef ekki farið á saletni hérna og þá voru konið 2-3 dagar. Já, þá kannski eru verið í gambling mode, sko. Já, verið einhver öðru mót. Ok, þannig að 6 sinum í viku, ef það er Það er ekki bara eðlilegt. Ef það er average 15. Ég er náttúrulega ekki að skeina á svitan á mér. Nei, ég veit það, sko. Þannig að ég rauninni það, þú veist, ef við sötum formúluna steinda þá gef ég þeir 90 hérna. Ef það er 15 skeiningar, minnst allir mikið, 15. Ég er aldrei með 15. Og hann vil meina það. Það segja að ég taki pappir og taki pappir 15 sinni. Það er bara ekki glæta. 7 sinni. Ok, þá verður það breytið. Þá ert þú með í rauninni 6 sinni 7. Hvað er hann að? Þú ert með 42 skeiningar í viku. Það er bara eðlilt held ég. Hvaða leðjur er hann að glíma við? Þetta er bara fettis hjá hann. Bara því miður. Ekki okkur. 15 sinni, bara aldrei. Þetta er ekki mér að kenna, ég er bara stjórnað sér þetta. Hvaða lag gerir þið horny? Hvaða lag? Ég veit að þetta er spes. Þetta er mjög spes. Ég tala bara út í gýr. Red Wine komið í blöð, börnin sopnuð. Það fyrir það bara svolítið eftir bara hvaða lög eru vinna, ég veit það ekki. Eitthvað sem er á cozy blöð kannski. Ég er ekkert eitthvað að reyna svona, ég áeil ekkert svona lag sem að. Nei, líklega er sko, þegar ég lesi þetta sjálfur, ef ég var að svara sjálfur, þetta væri erfitt, ég veit ekki hérna. Já, eina sem er dettur í hugið bara lagi á dínunni, Porch. Já, það fóst á dínuna. Já, það gerði mig rugglaðan. Já, það heiti Porch. Já. Pearl Jam. Já. Ég meina það kom þér í gýrin eða ekki á þessu tíma? Já, ég meina það var bara fyrsta sinn sem að gerast eitthvað. Já. Það er rosalegt. Það eru í búinu. Ertu bara að maila á Pearl Jam og láta það vita að þessu í mómentið? Nei, ég hef alveg sleppt því. Er ég ekki búinu? Steinþór! Vá, ég var miklu sneggur en hann. Hvernig heyrður í okkur? Þetta er soundproof sko? Eða sátt okkur veifa? Sást alveg að ég var bara að tala við fólk frammi. Já, bara. Nei, ég bara spurði. Nei, ég heyrði ekkert. Sko, málið er, nú er komið að fættist regla hérna á Steinþór. Já. Í fyrst spurningunni, sem er hvað 3 uppáhalds fine dining veitingastæðinni, að þú fær punktur hvert rétt. Ok. Þannig að í staði verður að hafa allt rétt, skilur. Það er bara, það er ekki sanngjarnt það. Jú. Og þannig ég ætla bara að byrja að spyrja þig, Steinþór. Já. Hvað myndir þú segja að 3 uppáhalds fine dining veitingastæðir hans poop séu? Það er tapasbarinn, það er apotekið og það er þriðji Tres Locos.
Tjúðastu nált þessu Hrósa honum samt, ég var bara að fara í fyrsta sinn Ég get ekki sett hann það Tjúðastu nált Hann þessu var að tala svo vel Nei, hann byrjaði á að tala Tres Logos Byrjaði að gefa þeim hávitamin Gott pepp Þessi að náttúrulega var að við að velja 3 Fokk, ég glindi, það svínið maður Þannig að hann valdi Apotekki í fyrstmarkaðan og Tapas Og þú veist 2 stig hérna Þannig að þá spyr ég þig, Blondale Hvað eru 3 uppáhalds fine dining veitingar? Þegar við tölum fine dining þá má Steindi ekki vera ykkur humorist og segja bæris besti Það var að sé útskýrið fyrir maður, hann reyndi það En ég útskýrið fyrir mun á fine dining og skyndiböð Þannig að ég get lofa því það er ekki þannig kjafta Ég fyrir mjög mikið í básin hérna í Laugardalnum Það er minn bás Það er ekki fine dining. bara flokkast ekki sem fine dining Nei, svo er það líka Það er útskýrið, ég þarf að kenna þig fljótlega hvað fine dining er Ég segi, hann er með 2 söm og ég Ég segi Apotekið og Tapasbarinn Ég segi að þriði og hún sé Nei, Sushi Social Ok, þessi 3, þú er búin að koma með 3 Ég segi Sushi Social, Tapasbarinn og Apotekki 2 stig Ok Á með Tapas, Sushi Social og grillmarkaðin Þetta er dead time Ég ætla að segja grillmarkaðin Þetta er dead time Það er rosalegt Og Blöð Ég ætla að spyrja þig núna Þú þekkir Steinþór mjög vel Já Hversu horny er hann á skalanum 1-10? Sko, hann náttúrulega Ef einhver veit það þú Það ferðast með hann allar heim út alland Hann myndi ekki segja svarið sem að er sko. Heldur að segja downplaya það? Já, ég hugsa Er það? En ef þú hugsa það líka Finnst þér í einhver tíma við erum að keira og ég eitthvað horniðast í þér segja eitthvað, erðu hérna, segja, þú veist Nei Ég held nefnilega, ég sé það nefnilega Nei Leinir á því, sann sko Ég segi að þú gefur sjálf þig 6 6, 5, 6 7 Hann setti 5 á sig 5, það er náttúrulega bara kjafta Já, ég segi að downplay Ég sagði 5 eða 6 Þú varst helvitið nála þessu blöð Þú varst helvitið nála þessu Það er Þú nefnilega varst ekki rétt í þetta, hann downplayaði þetta sko En Steinþór Öðum Blöndal Hversu horny er hann? Hann er 6 Veistu hvað, þetta er skegna? Nei, hann vildi gefa sér 5 hækka Jú, svaraði þessu Confident Ég var bara hreinskilið Ég þekkist alveg Ég sagði líka 5 eða 6 við eiginlega og svo tók Sástu hvernig hann svaraði þessu? Já Hóði í augun á mér og Þú sér ekkert á skjáinu Það er svona að hlusta þetta Ég sé Það ekki er snúa tölvunir Það var heldur spes hvernig hann svaraði Heldur ég sé að svindla bara yfir Nei, ég leik veit ekki, það er bara svona confident svar hjá þau Hugsaði ekki svona Sko, Steinþór Hvað skeinir Öðum Blöndal sér oft í viku? Sko, auðvitað hefur sagt mér að hann eigi stundu við hefðatröðu Nei, ég sagði að það gerist einu sinni út Það er bara Ég er ekkert Skammast ekkert við það blöð sko Það er ekki liðið sem dílaði Ég er bara ekkert að glíma við það Nei, sko Það er ekkert að skammast sem við ekki neitt Það er ekki að liðið Ég er bara ekki að glíma við það Nei, ég er að segja sko hann er ekki að daily pooper Nei Það er það sem ég er að segja Hann er ekki að daily pooper Hans system er 2, jafnvel 3 daga fresti Þannig að ég ætla að segja og ég held að hann sem er frekar góðar hægðir en það þurfa ekkert mikinn pappir ég ætla ekki sko 5 stykki skeinur og betur 7 segjum að það taki 3 svar í viku ég ætla að segja 4 sinni í viku 4 sinni 5 þetta er 20 skeinur í viku, sér það ekki? Nei, mánuð, viku 20 skeinur Þú er bara ekkert svo langt frá því, hann sagði 42 Já, 42 Held mikið meira Já, ég endi samt surprisingly vel reiknað það Last vel í þetta sko Já, takk fyrir það Það er sko, þetta blöð sagði hann skeinir sig þessi 6 sinni í viku Hann hægir sér ekki alla daga sem har rétt metið það sko En hérna í rauninni Býttu, erst þú að laumast í auka skeinur þá? Sá sem er nær Ég er bara svona 6 sinni í viku Þetta er einfalt, sá sem er nær fæ punktinn Og það munaði 22 skeinum á svarinu þínu Þannig að sko Þannig ég veltaði fyrir mig blöð Þú þekkir alltaf þessi maður Já, býta, ef ég er með 40 Hann er alltaf með meira en helmikið meira en það Herðu hvað ég sagði Þú þekkir þessi maður Og hætta þetta Þannig að svona Hætta að gefa vísbendingar Ég þegi bara Þetta er svona Hann skeinir sig svona 100 sinnum í viku Þetta er einast Sko, þetta er Hvað sagði fyrst auðvitað með sitt? Þetta er fucking amazing Blöð er að segja núna Þú ert með meira en helmikið meira en það Blöð er að segja núna Þetta er rosalegt Þetta er blöð er að segja núna Að þú skeinir 100 sinnum í viku En Steindi sagði að skeina þessu 120 sinnum Það munar 20 Alveg svo hjá mér En það munaði 22 Nei Þú sagði blöð skeini sér 42 svar Þú sagði 20, 22 Það munaði 2 punktur 120 sinn 20 og 22 Ég held að það væri helmikið meira Það er 3 sinni meira Það er 3-3 Já, ég sko máli er að Hvað ertu bara
Kúkandi karmelu? Ég ger ekki annað en að sko fá skammir fyrir að klára pappir sko. Ég meina, hvað eigið þið mikið í klósipapir? Ég voru að fá spons? vil ekki sjá það sko. Já, heyrðu, það er góð spurning. Ef einhver eitthvað Stundum auglýsingar fyrir löngu. Já, það er síðan lokaspurningin. 3-3. vera sponsor á Skeini. Það geggja sko. Hvað lag gerir Stoneman ekkert eðlilega horny? Nei, þetta er bara ekki rétt orða. Ég segi Stuck on you. Það er gott gísk, það er lagið okkar sko. Nei, Rihanna gerir helling fyrir hann, Love on the Brain. Ok. En sko, Steinþór, hugsaðu núna, þú getur stólið þessu núna. 3-3. Það er 3-3. Ég ætla að segja lag sem gerir hann sko, ég var að hugsa hérna Þetta var ekkert eðlilega erfið spurning. Nei, ég hugsaði núna Melrose Place introið eða Beverly Hills introið sko. En ég verði eiginlega að henda á nei, Bon Jovi. Þetta er annarkot Bon Jovi eða Creed. Ég ætla að segja þetta sé My Arms Wide Open með Creed. Það hlýtur að vera. Lægi á dínunni Pearl Jam. Já, Pearl Jam. Það er fyrsta hámarkinu sinu. Það var 3-3. Neistara jættið skuldum og ég er ofta með að liða. Það er gaman stjórnum sem liða. Svo er spurningakeppni Steinda Junior hér eftir smástund. Þetta er kannski ekki föstudagslag en lagið heitir Snap með Rósulinn hér í F95 Blöð og það er komið að spurningakeppni ekki Gilsarans heldur spurningakeppni Steinda Junior. Rosalegt. Já, þetta heitir spurningakeppni Juniors. Já, spurningakeppni Juniors. Ég þarf að vinna. Það er ekki 6 mínútur sagður. Tók mig 6 mínútur að semja hana. Samt ræðið mér svolítið góð á snöggu því að mannlega tekur djúfist tíma að semja það. Já, sem er ótrúlegt að það er alltaf sama hjá þér. Það er ekki að mæta í þetta. Sko, ég ákvað að gera þetta nákvæmlega eins og Egill myndi gera þetta. Ok, en hvað erum við að fara í? King of Þetta keppnin, hún heitir King of Fridays. King of Fridays. Af því að það er föstudagur. Já, ok. Geggja konceptið það, ég var að gefa það. Hvað er ekki löngu að byrja með þetta? King of Fridays. Já, ég meina við erum á föstudagum. Ég er við nýtt koncept, ég ætla að tísa það. Ég held að 22. október er held ég vetrardagurinn fyrsti 22.3. Þá er ég með King of Winter. Já, frábært. Það er ekki peppa verið í það. Já, rosalega. Og ég verið með King of Summer, Margot sko. Vá, þú er ekki að segja hvort það er svona snemma. Ég er bara að tísa, ég er að tísa þetta. Ég er ekki að sofi, sko. Maður þarf hætti tístund. Já, ég er ekkert smálspönd. En það plaka bíómynd og voru að auglýsa hana, sko. Já. Herðu, ég ákvað að gera þetta bara eins og Egill gerir. Ég minn, þetta er hans liður. Og fyrsta spurning er tilbúið, drengir. Já, ég er bara mjög spennt. Elskaru föstudaga? Já, út af lífinu sko. Það er upp á staðurinn mín í vikunni sko. Ok, maður sjá, ég ætla að vera með þetta skrifað hjá mér. Það er 1-1 á strax. Er til betri dagur en föstudagur? Vinnuvikan er einhvern veginn, ok, út bara að fara að fá þér a couple of beers og það er fössari og það er rosalegt. Það er besti dagurinn. Er það ekki? Herru, þá er 1-1. Laugardagurinn, þetta er heldur nettur líka. Herru, þá er það næsta, nummer 2. Hefurðu einhver tíman á föstudegi verið í Sunshine í Vegas og flaskað upp í sundlaug? Já. Hefur gert það? Þú veist ég var ekki að það sko. Þannig að þú ert að leikar að gefa blöð punkt sko. Ég var ekki að dreina ferðið sem ég mist af. Þegar fóru á mig flöskuðu upp að sundlauginni. Hefur aldrei flaskað upp í sundlaug? Nei, ég hef aldrei því miður sko. Vel þreitt sko, ég sá myndin á okkur félagunum. Ég hef aldrei séð ykkur, skemmt ykkur vel rosaleg mynd. Það er gert það á gramminu þar. Jú, hún er geggjum. Það var að þriðja, það er 2-1 fyrir auðan. Það var að þriðja. Hefurðu einhver tíman sé stöðumælavörð og hugsað þessi stöðumælavörð má sekta mig? Já, þetta er svolítið your shit þarna sko. Þetta er ekki að blanda mér og blöðin í þetta sko. Nei, alltaf ef ég sé stöðumælavörð og hugsa please ekki sekta mig þannig, nei. Aldrei. Þetta er nei á mig. Þú veist að, Egill, ok, núna, þú veist ekki þú jafna. Sko ég hef bara séð yfirleitt mail stöðumælavörð. Já, meinar. Og þú veist, og ég veit að ég gaggi niður sko, yfirleitt. Já. Þannig að sko Nei, það. Ég hef aldrei, þú lendir alltaf bara einhverju geggjari gællun þessum tímaði ekki. Já, sko. Það var það gæið það? Ég menn, eitthvað var það. Nei, ég er bara hérna. En þú ætlar ekki að taka stig? Gáði að ljúa? Nei, það má ekki ljúa. Má vera að segja satt, má vera að segja satt. Nei, miður. Ok, það er á fjórða. Það er 2-1 fyrir auðvitað. Já, það er þreitt sko, þú fannst aðeins að vinna í þessu. Það er rosa spenn í þessu. Fjórða spurning, eru föstudagar hjá þér yfirleitt kallaðir áhá-dagurinn? Áhá? Áhá, sem þið er
á hliðinni dagurinn. Það er svo eiginlega samið þetta. Þú varstu 6 mínútur að semja þetta. Ég var í 6 Þetta mínútur. er líka einmitt, þetta er svona, þetta er spurningan hann. Hvað er liðið núna? Stöðum að vera náðan. Þetta hljómar þetta ekkert kunnulega. Ég ætla bara eins og allar aðra spurningkefnir. Ég sé ekki mununa þessar Á hádagurinn. Ég hef engan á hliðdag. Ekki neitt. Nei. Líka föstudagur Nei Ég er ekkert eitthvað svona Ég meina, sko, hliðið svona letuhauga stelling, sko Og Þið eru mennur í ekki gýr á föstudum Sko, á hádagur átt að vera kannski á mán þrið Ekki för, sko En hvernig finnst þér á dagurinn? Þú veist, á Já, það er þetta góð Mér stættum ég geðu það, heldur vel ekki Ég lóskast ég hef þetta upp á þig, sko Svo ég mun líklega að stela því, sko Eitthvað á næstunni, sko Ég hef engan áháttag. Það er ennþá 2. Ég er ekkert mikið á hlið. Helviti blöður ennþá með lead, sko Ég gefur mér ekki stig eins og honum aðan er með 8 spurninga, þú getur alveg ekki stig Það er á 5. spurning Hefur þú legið upp í sófa með einhverju geggjari gellu og litið í kringu þig og sé hreindýr að höfuð á veggnum og hugsa, shit, ég er maðurinn Hörðu Það er ekkert margir með hreindir upp á veggstendi Heyrðu ekki hvað þetta er galið Það eru bara ekki margir sem hafa líka lofthæðina í það sko. En akkur kippur þeir ekkert upp fyrir hvað þetta er skrítið Mér finnst þetta ekki svo skrítið Nei, ég laus við þetta. Menn að allir leiðir upp í sófa með geggjari gellu En það er ekki á sem er hreindir yfir sófanum sko. Það er sjálfgefið. Það er alveg það sem við veisinnið hann sko. Allir finnst þetta allt bara mjög eðlilega spurningastinn. Heyrðu það? Hann kippur Það þeir er ekki þetta spurningu sko. En ég er svona veltað fyrir mér hreindir sko. Ég held ekki sko. Þú verður að eiga serious cast til að vera hreindir á vegnum sko. Þú gæti fengið stig Það er 2. Nei, en ég get ekki verið að ljúga Eina stíð hann segir að hann elskar föstudag. Okay. Það er eini punkturinn minn það Ok, þessi hérna, þið gætu fengið stig hérna Þessi er líka kannski svona eðlilegu stað þessu Númer hvað er hún? 6? Já Það getur geti Hefur þið farið í bleiu? Þetta meina þegar ég var a grown man Já, sko Já Ég var tiny little baby og var ég í bleiu, já Ok, þá færðu stig Aha. Já, ég var í bleiðin daginn í Stórasvinu. Það er í kvöld. Já. Ég er í bleiðu í kvöld í Stórasvinu. Já, það er rosalegt. Þannig að þú hefði ekki það sagt að þú farið í bleiu sem a grown man og blöðu pakka með saman Já, Það er þetta rétt, já, það er 3-2 Þannig að ennþá pakka með saman, það er 3-2 sko Sko, ég held að verði eitthvað Steindi, það er steindi Þess að spurja, hefur þú farið í bleiu? Hver hefur ekki farið í bleiu til að fá krakki? Sko, ég held að verði eitthvað TikTok veistla af liði sem er að fara að taka bleiu dótið, Ertu í bleiu og engu öðru? Nei, ég er í bólíka. En sko, það er munun á mér að ég var að leika í barnaefni. Ég var ekki heima hjá mér í einhverju panikatakk með bleiu af barninu mínu að ég skildi skíti í mér. Það er rosalegu munur. Það er Nóró þar sko Ég er með Nóró, sko Herðu, það er Nóró heima hjá Agli Það er Nóró og Helgi hjá mér sko Ekki koma nálægt með þá. Nei, við erum búin að nála þeim Ég er líklað með Nóró núna Það var leikskólanum að loka hjá litla í gær út af Nóró Vá, frábært. Ekki farðu fram. Þannig að þið munu hægja ykkur heldur mikið Við vorum að náða skjöldin af því sem það Herru, ég hef bleiun að klára í kvöld Herru, það er 3-2 fyrir Auta 2 spurningar eftir Hefur þú labbað á sundlaugabakka með ókleið gleraugun og skipa fólki að hætta að hanga á línunni? Nei. Hvor er? Ég held að þú myndi fara í að þrýfa penisinn sinni svo hann ger alltaf. Ég glemdi því Ég maður kan segja fólki Þú varst að vinna við Þú varst að benda á penisa Segja fólki að þrýfa á Ok, hvor er? Sko, þá er ein eftir. ég hef oft verið í sundi En þú veist Ég hef aldrei Ekki sagt með fólki að ókleið fara gleraugu. Ekki með Nei. á bakkanum Nei Ok, þá er það síðasta Ó, ég geti jafnað þetta Já, þá er það síðasta Ég setti mér punkt Hefur ykkur gella, sagtu þig Egil Finnst þér það ekki hljóma aðstæðanlega Nei, ég er það gaman að þessu Ok, wow, shit Damn the devil to the hell and back Titties fucking Christ Það er bara svoleiðis Auði fucking blöð er ekkert að grínast þegar það kemur að bettanum á föstudum Það er að draga mig í þitt. Hvað er ekki eigin fyrir að henda þér undir rútuna, maður? Nei, því miður því ég aldrei fengið þetta Það er ekki gæla sagt Það þetta um mig. er álur En ég kemur frá Ég ætla að vona að hafi séð hvað sem keppni er orðin galinn hjá Þetta þér var helviti skemmtileg Ég var í 6 mínútur sem þetta því að ég hugsaði, hvað semur hann aftur? Já, ok, nákvæmlega bara þetta FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Túborg Léttul og Keiluhöllin sem fær ykkur FM 95 Blu og við minnum á enska boltan í Keiluhöllinni að bóka borð hjá þeim. Besti staðurinn til þess að horfa á enska boltan og hvað, það er Everton United á sunnudaginn og það er ykkur stórleikur, ekki Arsenal Liverpool líka. Já, ég er að opna þetta hérna Fínasta boltahelgi, svo er Tindastóll í kvöld í Svo er Keflavík. Káa Breiðablik líka og Lau
Já, og Káir Valur líka, það alveg leikir Getur Breiðablik klárað þetta á laugardaginu? Nei, út af Gunn Láksson lokaði Þetta getur verið tæft á Gunn Láksson erfitt að pakka hana saman Hann er að stríða það með Hann var að menn Þannig að við mælum með að horfa á boltan í Keilhöllinni Það er alltaf tilbúið í gangi þar og Arsenal Liv Þetta er líka Sunn Já, en Breiðablik Káa er á Akureyri Þetta getur alveg verið trikk í leikum fyrir Blika sko Já, þetta verður erfitt Spennandi, herru, drengir, það er komið að sturlu staðrindum Herru, já, þú fegst þær í dama Insane fact Já, besti liðurinn Virtasti liður F95 blöð og það er mikill heiður fyrir því steindi að fá hann Það læði alveg metnaði hann, það var 2,5 tíma sem ég hann eða 6 mínútur með spurningakennar og ég segir ímislegt spurningakennar og ég passaði mig líka að bregðast ekki blöðarunum með hennar lið Ég vandaði mig og hefur ekki bara vind okkur í þetta Það er einn hrossaskítu drengir Grunnars er góður í þessu Já, hann er vel fallinn að mínum mati Herru, fyrsta sturlaða pæling Ég ætti að spotta hann, ég er búin að lesa sturlaða staðreyndir í 11 ár Þú ættir að spotta Ættir að gera það, já Herru, ég er að spáði að hafa þetta with a twist Þið megið, rótt ykkur saman og velja eina Nei, ég þarf þess ekkert Ok, ætlaði bara að kalla þetta sjálfur Já, wow, það er rosalegt Hann vil vinna, hann vil vera með rétt Ok, þetta er kefni Fyrsta sturlaða pæling staðarind fyrir ekki pæling Sturlaða pælingar er í blöggastinu Dagsins, í gamla dag notaði fólk þvag fyrir þvottaefni til þess að ná erfiðum blettum og flíkum Já, þetta veit ég, það var líka notað þvag bara sem sjampó, vissu það? Já, sko, það er ennþá ógeðsleira Mýgur á buksuna hennar Ef þú ert með erfiða bletti Já, í buksunum Já, ef þú ert með erfiða bletti og svona En þú veist, þá er líka spurning Mynduðu vilja lykta eins og hland Eða vera bara með blett Nei, þú lítur ekki að bara pissa á áður og hendur svo líka í þvottaði Það er ekki konceptið Nei, sko, það sé alveg hægt, sko Það var í gamla dag að notaði fólk þvags fyrir þvottaði Þegar ég var að missa hárið og þetta er sönn saga Þá var mér bent á að getur verið gott að þrífa upp úr hlandi Gerðu það? Nei, það er ekki skallan á mig sko Það er pissi í lóan á mér og nutti í hausinu En hefur ekki allir verið það bara með bullandi svöðusár Þetta nýttur að brenni eitthvað hlandi Já, líka, og hver átt að míga á þið, skilu Það er líka alveg veist en það, sko Bara mikið í brúsa sjálfur Ég er bara landaköss Skeðu hógi, menn Ég hef bara pissað sjálfur í brúsa Hefur þú mætt í vinnuna með svöðus allir þurr á skallanum með svona rautt svöðusár þá hefur vitað að þú er eitthvað þykkt af í hlandi sko. Þetta er satt sem þú átt að segja núna Það er önnur störlu staðarind og hljóma svona þú getur ekki hummað ef þú heldur fyrir nefið þú þarft að geta andað út til að humma ef þið viljið prófa þetta Það er sátt að vera hjá mér í dag sko Fokk, hörðu Þetta er störlu staðarind Ég næði ekki að humma Ég sé að þið eru að reyna það ekki hægt Nú er ég Það er ekki hægt Nei Það er grínast Ég var að hella þessu Allir að reyna þetta núna sem er að hlusta Hversu margir í bílnum að hlusta núna Það er allir á Íslandi Ég horfði á Söðurlandsböð Það er allir aðeins Og einn sem segist geti þetta jafnvel sem er Tom Lee Þetta var ekki manjur Það er tvær núna sem eru í lagi Það var að þriðja Það er til fiskur sem er með lappir og er aðalega á botni sjávar Hann er með fætur Hvað er hann bara walking around Já, Það er ekki tala um humar eða nokkuð Nei, ég er að tala um sem hleypur á botninu Nei, ég er að tala um Kolkrabbi líka held ég með labir Hann gæti verið að kalla humar og kolkrabba fisk Ég er að tala um fisk Hvaða fiskur? Bara svona, hann er bleikur litin Fiskur Bara bleikja hlaupandum Nei, ekki bleikja Bleikur Þetta er ekki bleikja Steindi Nei Fiskur sem Greinar þarna manjur Hlaupandi fiskur Það er ekki bara sem er staðan núna Það er það sem þið segja Með lappir Það er það sem þið segja Ekki stífulum, ég las ekkert það Herru, þá er það fjórða Ef þú kæli laukinn áður þú skerðan þá tárastu ekki þegar þú skerðan Þetta hljómar sem manjur Ég kom með stjórnlega stannandi út með tyggju og skera lauk og þá Já Það er bara að fara að þylja upp alla stjórnlega sem þú komið með sér að byrja Mér finnst það erfitt að vera ekki með hennar lið sko. Það er kælir og með tyggjó double whammy það sko Ég var pizzagómur þá var ég mikið að skera lauk og það var alveg saman hvort það var kaldur eða ekki ég táraðist alltaf sko Þetta smell shit Mér finnst laukur mjög góður á pizzum Já, laukur, ég být stundum í lauk bara Kemur heim og být í lauk Ég fíla rauðlauk Já, ég líka, ég er rauðlauksmaður Laukur hérna pulsum, góður Já, ég er að skera fyrir pulsunar Steiktur Ég er náttúrulega að sleppi steiktum, ég fæ mér bara hráan Hvað var þú þess stendið, þú upplátt maturinn í pulsa? Ég fæ mér með öllu nema steiktum Ég fæ mér með öllu nema steiktum en reyna að hafa rauðlauk í staðin fyrir venlalög Ég er rauðlauksmaður Það er hægt Já, ég er rauðlauksmaður Það sér það Já, er það hægt Rauðlauk Ég ger þetta heima hjá mig sko, bara skera Herðu, þá var það fimmta drengir Fimmta sturlaða staðarind Nefið á okkur vinnur allan sólarhring til að finna lykt
anda og fleira, skilur við, þjóna mörgu. Þannig að það passar að nota alltaf aðra nösin í einu og hvíla hina. Þannig að það er samvinna. Þessi hefur ekki komið á mér. Það er samvinna á milli nasana. Vel gert. Þannig að þú ert að anda núna. Smell shit. Þú segir þetta okkur. Já, ég er andað með báðu nössum bara akkurat núna sko. Nei, ef þú ert að anda núna þá ertu basically að nota aðra. Hinn er í kvild. Það skiptast að take turns. Það er þetta kæft að þessi eitt. Það er vandamálega að fiskurinn er líka þarna sko. Með lappirnar. Og laukurinn sko. Og kaldur lauk. Þetta er alveg Já, þetta er vesen. Herru drengi, það eru 4 krakkar spyrja 300 spurninga á dag. Og þeir eru ná 5 ára aldri hafaðu spurt 40.000 spurninga. Þetta hef ég lesið. Þannig að þetta er ekki kjátt. Þetta er líklega rétt. Ég get vottað þessu. Dóttir mín 8 ára og hún spyr ennþá 300 spurningar á dag. Þannig að ég get alveg vottað að þetta er alveg staðfest. Þetta spyr svona 200 spurningar á dag. Ég skil ekki helmingina. Nei. Ok. Það var á 7. Það er bær í Nebraska. Nebraska. Það sem aðeins einn einstaklingur býr í. Það er kona sem heitir Elsie Eiler og bærin Mónofl, en hún er í mörgum mismunandi vinnum. Hún er bæjarstjóri, bókasafnsvörður, gjaldkeri og fleira. Hún er eina manneskja sem býr í öllum bænum og starfar þá í alls konar störfum. Flokkast það sem bær? Hún er bæjarstjóri, bókasafnsvörður, gjaldkeri og fleira. Bæjarstjóri yfir hverjum? Sjálfum sér? Nei, bænum Mónofl. Já, þú sagðir að hún er eina sem býr þar. Já, þannig þetta er samt bær. Það var bara basically bæjarstjóri yfir sér. Bæjarstjóri yfir sjálf. Bjó hún sjálf til hann titil, ég er bæjarstjóri hérna. Já, hún vinnur. Og lögreglustjóri og slökkvilistjóri. Já, það er bara tæp sko. Já, eða bara algjört manjör. Svo röltir hún í bókasafni. Þetta er líka manjör líka sko. Og svo röltir hún á bókasafni og tekur smá vaktir það líka. Hún er bókasafni. Það er brjála að gera hann það. Og í bankanum, hún er gjaldkeri. Hver er hún komið í bankan? Hún er eina það er kannski túristar að keyra fram hjá eða eitthvað. Já, ég vil að kíkja og taka út pening, þá er bara starfsmaður. Kannski er hún starfsmaður. Hún er líka alltið, hún er myndarlegasta konan í bænum og ófyrirsta konan í bænum og ríkasta konan í bænum og fátakasta konan. Hún er alltið í öllum. Það er rosalegt. Herðu, að horfa hryllingsmynd getur hjálpað þér að grennast. Það sem hjartaðið fer á stað hraðar en venjulega, því að þú veist þér bregður og þú er tens og brennir þá kaloríum. Þannig að ef þú tekur hryllingsmynd af marathon ertu í rauninni að brenna og grenna þig. Ok. Þetta finnst mér það er svo mikið sem er orðið manjur. Það getur ekki allt verið það. Nei, ég veit það. Nei, þetta eru Ég er alltaf bara með 8 sko. Ef hann hefði sagt bara, Nei, ég er með 10. Hann er með 10 sko, hann breytti. Ef þú hefði sagt að það eru 5 manjur, það væri bara eðlilegt. Þetta er bara, það er ekki þannig. 100 köttur eignast afkvæmi í Columbus, Ohio. Columbus. Hann er ekki alveg með þetta á hreinu sko. Hvernig sagður Nebraska á hann? Nebraska. Það er mitt. Svo sko bæri í Rússlandi sko. Sem fekk stærðageni frá hundunum en útlitt kattarins og er mældur stærsti köttur sem upp hefur verið 92 cm á hæð og 23 kíló. Ok, hvor fór aftan á hvernig þar að útskýra það? Já sko, kötturinn eða hundurinn. Það ætla það ekki bara verið take turns bara, hefur þetta ekki bara verið eitthvað session. Og þá er það í lokin í Michigan þá er löglegt að veiða einhyrninga þar sem landvörður segir þá vera 100% legit. Þannig að vil ég fá sama satt að kjafta þig var þetta maður. Blöður yfir með bara svona eðla hluti þessu. Ég veit hvað að kjafta þig. Þetta kalla ég bara. Ég veit hvað að kjafta þig. En ég tók þetta af sko mörgum mismundu síðan. Þetta er samansafna skemmtilegu. Viltu vera að gefa mig það? Ég ekki sköndan. Ég skal koma. 5 sem poppum er, hvað þú segir að kjafta það? Ég segja 100 köttur af aldrei eignast aðkvæmi. Á ég að taka, vil ég taka hratt yfir? Skrítið að hann hafa þetta svona næst síðast manjur. Já, það var seint að fara humma með nefið, fiskum með lappir, þvag í staðinn fyrir sjampómunni, nefi vinnur alltaf sólarhringinn. Nebraska, einn einstaklingur. Sko tíkist getur eignast afkvæmi með ljóni. Það er a couple of cats sko. Grennast yfir hryllingsmyndamarathoni. Ljón og hundur. Nei, köttur og hundur. Já, við myndi það, fyrir ekki. Ég veit ég bara, þetta er líklega rétt sko. Máli er, í staðan fyrir eldablöð sem er boring, það ætla að koma eitthvað annað. Það má veiða líka einhyrninga í Michigans. Að horfa hryllingsmynd upp í sófa með popp og pítsu hjálpa þér að grennast. Þú er aldrei heyrt um það? Það er stjórnlega starrend sko. Rétt svar er fiskurinn. 100 köttur. 100 köttur
Hvernig í Columbus Sko, það hefði Hljómaði verið weird. Ohio. Já, það hefði verið Já. skellu fyrir mig að ná ekki Nei. Spullari staðrindi búin að Já, lesa þetta í 11 ár sko. Helviti vel Blöð og gert. favorite hann, það var klárt Hann naskur í þessu maður Ég kannaðist ímislegt Laugurinn og nefið og Allt satt. og fiskurinn sem Þannig að hlaupatum Allt það, Þannig fiskurinn er á ég að sæti kvíla aðra nösuna Ég nú það ekki kíkja á suðurlandsbóti, ég sá fiski og hlaupatum ég sem er ekki að Nei, bara hafsbóti. Hann var grút sko, hann var bleikur og með tvær lappir Það er rosa, ég sýningu mynda á hann Það er rétt að það eru Dynout og Loop sem fær ykkur FM 95 blöð og þetta er engi klukkan er bara að vera 6 Þetta er svo fljótt að líða Það þetta er hjá okkur. svakalegt hvað þetta líður Það er stemminga var öðru sér þáttur í dag Við breyttum og sáum liði hvers annars og Já, ég er bara nokkuð gaman skemmtilegt. Já. Já, mjög skemmtilegt Ég hefði viljað fá samt alvöru spurningakefni frá þér Steindi Þú basically átt að spyrja alla spurningar um þig Já, ég var bara og svolítið vörðurinn Ég var bara að reyna að elta eins og Eil gerir Já, menn þetta var King of Fridays já, sko. Reynda að týnst þetta ekkert Föstu döðumyndar þessi keppni Já, Því að þín gerir það alltaf Þín Ég er alltaf með tengist alltaf. þemastuði, með koncept yfirleitt sko. Já, Já, þetta var að vera treindir á föstu Svo King of Winter, þannig að hver höndlar veturinn betur Það kemur í ljós Það er rosa spennu fyrir því Hvenær er hún áttur? Tvær ykkur í það sikkert Herðu, strafgar, við þurfum að minna á stóra svið Það byrjar eftir klukkutíma á stöð 2 plus og stöð 2 Erpur og Sóli Hólm það er rosa tekkið. tótt. Þáttur með geggjaður Já, Ég mæli góða með þáttarkvöld. Þannig að ég er bara fjölskyldu göld að horfa á og svo er náttúrulega Já. líka Keflavík Tindastóll og svo er hvað, er ekki svartur og leik Jó, komið í bíó? séðan leika málið, það er svartur leik Þetta er nýtt koncept, 10 ára góður mynd Nú kom hann aftur í bíó, það vantar góðar íslenska bíómyndir Þannig að okkur ekki bara henda fárulega góður mynd aftur inn Það eru leikur að hlusta sem að mista hann á sínum tíma í bíó Já, og líka margir sem voru kannski 8 ára þegar hún kom í bíó og voru 18 ára núna Er þetta ekki aðalega í kringum líka tilkynninguna að sé að koma mynd nummer 2 og 3? Jó, en síðan er samt áallega, þetta er bara hafa hann í bíó Og Já, bara ok, hérna á vel neða gert. smára bíó Og getur farið í með sér lúksussalum í kvöld Og hörru, og líka tísu það Við erum með Amazing Jobs dagskrálið í blöggastinu þar sem við fáum alls konar menn sem er í Amazing Jobs Við höfum fengið Og- meindireiðir, við höfum fengið lítalækni, við höfum fengið Prest. móralska og núna erum við að fá Hollywood Já, actor sko málega við erum bara, veist, á nokkri gæjar sem á ná svona góðum árangri í Hollywood og Jóhannes Haugur er einn af þeim sem er einmitt í svarturleik og við ætlum að bara fræðast hvernig er að vera Hollywood-leikari Já, það er gaman Það að er heyra sem er okkar að spyrja hann Hann er er líka að ekkert vera eða skemmtilegur Þannig að það verður 100% mjög entertaining spjall Ætlaði svo ekki að hlera Ástísi hvort hún vilja koma Já, líka? síðan Ástísir á hann Þar tala um, veist, þar þarf að velta steinum Krypto, vinkunarnar Heiting Mansion partíin Já, og svo er líka það er að koma auka þáttur í blöggastunni næsta fimmtak þannig að það er nóg að vera þar þið getið tryggt ykkur áskriftin á fn95blöð.is annars bara góða helgi kæru hlustendur hafið það gott og heyrumst á þriðjudaginn í blöggastunni eða bara föstudaginn eftir viku það er bara þannig þetta er geggja, Bríett, dýri döðu Já, geggja enda þáttinn á þessu okkar besta